Heyrðu, við byrjum bara. Ok, við byrjum bara. Mér finnst eiginlega rökréttast að byrja bara þar sem við vorum, því við erum hérna í þessu húsi. Já. Og mér finnst einhvern veginn svo, þegar ég var að pælja að fá því þáttinn, þá myndi ég alltaf hérna, já, við vorum náttúrulega hér uppi á efstu hæðinni. Já. Í miðjurhruninu. Já, við vorum hérna eiginlega sko þegar hrunið var að hefjast og ég veit ekki hvort það voru einhver sérstök tengsl á milli þess að það kom hrun og að við þurftum að fara af efstu hæðinni hérna þar sem vorum eitthvað rosalega flott stúdíó sem að hafi verið sett upp einhverju franskri fyrirmynd og það var allt, það var svo erfitt að taka upp þannig að mannstöða því að þú veist, það var gluggar allan hringinn, hann var kannski ekki alveg óska aðstæðan venjulega þú veist að taka upp þannig að það þurfti að vera brjálæðislega sterk ljós á mót okkur, það voru sko ljós í gólfinu til að lýsa hérna undir þannig að það var ekki skuggar allstaðar eitthvað, þetta var allt hvítt og ótrúlega fancy, það var mikið, sko þetta var innréttað sko hann voru 2008 en sennilega hefur þetta stúdíó verið mesta 2007 stúdíó allara tíma. Góður punktur. Já. Þú segir þessu ljó, það er eins gott að maður var ekki að taka svona löng viðtölan eins og hér, því ég myndi það bara leður sagði frá öllum þessum ljósum hvað þetta var óþægilegt. Maður var alveg grillaður eftir útsendingarna, það var svo heitt og einhvern veginn. En þetta var óneistilega mjög sérstakur tími og tíminn sko áður en að við enduðum í þessu stúdíó hérna, hann var náttúrulega líka pínlítið spes af því að þetta var einhvern veginn svona, hann reyndar oft verið umbrotatímar í íslensku fjölmiðlum og mjög oft verið umbrotatímar í fyrirtækinu sem við unnum hjá, sem að hét þarna 365, ef maður rétt að hétta Íslenska útvarpsfélagi þegar ég byrjaði að vinna hjá því. Og svo kannski hétta Norðurljós. Já, ég held ég hafi ekki ég veit ekki hvort ég náði í útvarpsfélagstímanum, ég held ekki. En Norðurljós, jú, og svo var það 365. Og einhverja hluta vegna, við fórum náttúrulega að verðum NFS í smá tíma, vorum hann í Skaftalið, þegar ég byrjaði að vinna hjá Stöð 2 sem var 2004. Þá var Stöð 2 í Dósaversmiðinu sem hún hafði verið mjög lengi í þarna upp á hálsi. Og mér fannst þetta náttúrulega að vera talsett úthverfi að vinna í og allt það og var rosa glöð þegar við fluttum niður í bæ, í Skaftaliðina. Og við þurftum nú samt að laga okkur að alls konar hlutum því að akkurat þarna var tekin ákvörðun það að búa til fréttastöðu sem er í gangi allan sólarhringinn. Já, sem að ég var að vinna á. Einmitt. Ég var ekki komin inn í Íslandi í dag þá. Nei. Og það var skemmtileg lífsreynsla. Við vinnuumhverfið var betra upp á hálsi. Já, það var betra sko, þú veist, af mjög mörgu, kannski flestu leyti. Ég man að ég var ólétt þarna þegar við vorum í Skaftahliðinni og ég gat eiginlega ekki setið á borðinu þar sem Ísland í dag skrifstofan eða aðhverfið okkar var vegna þess að það var einhver loftræsting sem gekk eiginlega uppi rétt hjá þar sem við vorum og þú veist, það kom alltaf lyktin úr Skaftagrilli, þú veist, mötuneytinu þannig niðri upp og ég var bara, mér var svo óglætt, ég var alltaf bara að andast. Ég man að vinnu eftir litið komað nefndóldi reglulega og þetta var á einhverju loftið að það var yfir einhverjum mörgum sem það átti ekki að vera yfir Þetta var geggjað, það var svo verið svona steinteppi þarna varstu þar sem að, þú veist, þú vissir ekkert hvað þið lent vonið í, af því ég held að hafi ekki verið lagt alveg samkvæmt einhverjum standardum þannig að, þú veist, það var eitthvað ótrúlegt. Steinteppi. Já, þú veist, þetta var allt meiri áttar, en allavega, sko, þú veist, þetta voru náttúrulega geggjaðir tímar og þú veist, þegar maður fyrir að hugsa þetta, þú veist, getur svona alltaf því verið erfitt að halda þræði þegar það var svo margt gangi, þú veist, þessi NFS-stöð og talar um vinnuaðstöðu, einhvern tíma vorum við í Engalendi í útsendingu þegar það voru svona ljósa flísar á bakvið okkur manstu eftir þetta var ótrúlega flott, þetta átti alltaf að vera svo margnóta þannig að þú veist, einn þáttur var kannski bleikur og einn var hvítur og einn var blár og bara, þú veist, þú sást bara að það var ekki verið að skipta sviðsmynd, heldur var bara alltaf bara, við varum skipt lit Einmitt, ég man eftir þessu og svo fórum við einhvern veginn að bara taka viðtal við einhvern gott eða það var ekki bara eitthvað geggjað efni eða svo ástarflegið eða hvað má þetta er svo mikið einhvern veginn sko tíman að tá og þá bara dettur einn flísin af vegnum á bakvið okkur veist, og maður var bara svona já, þarna er sviðsmyndin að hrynja við höldum bara áfram Man eftir þessu og Man eftir þessu og þetta var eitthvað, sko, þú veist, þetta var náttúrulega geggjað og þetta var ekki kannski svona óska aðstæðan að mörgu leyti, en samt sem maðurinn hefur mikla aðlögunarhæfni og það urði til alls konar hlutir út úr þessu, þú veist, og ýmislega skemmtileg sem gerðist bara einfallega vegna þess að þetta var
svona pínlítið fyrir utan raman. Við vorum að lita út fyrir. Og það líka mikið af fjölmiðla fólki í dag sem byrjaði á NFR, sko. Það rulluðu rosa margir hann í gegn, þetta voru ágætar æfingabúðir af því sko fram að þessu var náttúrulega bein útsending eitthvað sem ekki hver sem var settur í. En þarna var bara Pétur og Páll mættur í beina útsendingu, sko. Ég meina, það þurfti náttúrulega mjög margt fólk til að geta haldið úti stöð sem var í gangi bara allan sólarhringinn. Kannski ekki endilega allt í beinni á nóttunni, en alveg fram á kvöld voru beinar útsendingar. Og ég mann eftir því að það var eitthvað svona fréttatími eða eitthvað, ég veit ekki alveg hvað þetta var, þannig að einhvern smá tíma í það minnsta á kvöldin sem að var einmitt fínt að láta fólk prófa að lesa því og svona því að það var enginn að horfa. Það var svo leys. Ég man eftir því að ég var einu svona að lesa, að því ég og Sindri vorum alltaf að lesa stuttu fréttirnar, sko. Þá var þetta, og byrjaði þetta 7 á mótnana og svo var bara hálftíma fresti, alveg allan daginn. Og ég man einmitt að þegar maður búin að vera svolítið tíma, þá var ég stundum farin að leika mér að tala í eintölu eins og það væri einn áhorfandi að horfa, sko. Af því þetta var alveg svolítið sannig, sko. Já, ég held að tilfinningin hafi verið þannig og kannski var það einhverju lítið svoleiðis líka, sko. En svo sér maður að svo eru komna sjónvarpsstöðvar núna eins og til dæmis bara, þú veist, kannski Hringbraut og N4 og svona sem að eru kannski ekkert svo langt frá þessu. Vissuleiti ekki, sko. Það auðvitað ekki allt í beinni, allan sólarhringinn, en mikið að töluð efni og það alveg eftirspurn eftir þessu. Algjörlega, og bara eins og podcast, sko, að vissuleiti eins og stöðvar eins og Hringbraut og N4 eru svolítið bara svona eins og rúllandi podcast, að vissuleiti, sko. Einmitt. Ég detta alveg inn að þetta og mér er svolítið gaman, sko, sonu minn sem er 24 ára, mjög oft þegar ég kem heim til hans, þá var N4 í gangi. Já, það. En honum fyrst bara notalegt að sjá hvað fólk að gera og veist, þetta allstaðar af landinu, það líka skemmtilegt. Einmitt. Og það fullt af fólki út allt að gera áhugaverða hluti. Og þetta eins og, ég man eftir að við sögum það stundum í Íslandi dag, það eiga allir einhverju sögu. Það svolítið, sko, algjörlega. En einmitt þessi truntími, það var náttúrulega, það var mjög klikkað, sko. Einmitt þegar að, það var að halda út þessum þætti, það voru ég og þú og svo var Sigurlaug með okkur. Sigurlaug Margrét Jónasdóttir. Já, hún var ekki mikið í pólitísku viðtalunum. Nei, Sigurlaug var meira í því að gera skemmtilega hluti og að gera hluti skemmtilega. Akkurat. Dásamleg kona. Gott að vinna með henni. En maður einmitt, bara svona, þegar við hittið hérna fram á það, þá fórum við að spjalla hans þetta, þá bara með að rifja upp, þú veist, hvað þetta var kaotist, sko. Þú veist, þegar allt í einu, alþjóðagjaldeyrissjóðurinn að koma og inn á fréttagólfinu vildu náttúrulega allir vera fyrstir með að segja eitthvað, sko. Sumt að þessu var rétt, sumt að þessu þvæla og hvað svona, þegar þú hugsaður með tíma núna tilbaka, hvað er svona fyrsta sem þú hugsaður? Sko, þetta svo rugglaður tími. Ég bara man eftir því þegar ég held að Logi hafa neitt til að skrifa pistilu um það. Viðbröðum hans við svona hlutum geta verið furðuleg. Að þegar að Geir Haarde hélt eftirminnilega Guð blessi Ísland ávarpið sitt, þá man ég eftir því að ég fór þann dag mitt í Bíkó og keypti mér straujárn. Nú, býtum við. Þá hafði straujárnið okkar lent í einhverju perlusleysi, þú veist, krakkarnir er alltaf að perla og strauja yfir og svo, þú veist, bráðnar plastið og lendir í straujárninu og eitthvað. Og það var sennilega, ætlaði að gera svona ár síðan að það lenti í þessu sleysi og það hafði ekkert klagað neitt sérstaklega upp á mig, þar sem ég straujaði mjög lítið. Okay. En einhverju hluta vegna fannst mér þennan dag mjög mikilvægt áður en straujárn og bara allar byrðir í landinu kláruðust, af því að þá heldur náttúrulega allir að sko við gætum þess að bara, þú veist, landi gæti lokast, við gætum ekki fengið sko vörur til landsins og þetta var ógeðslega skrítið og svo fer ég þennan dag í Bíkó út á Granda og kaupi þetta straujárn og ég man bara eftir það var svo hljótt allstaðar. Það var bara svo fólk héldinir sér andan og talaði saman í svona hálfum hljóðum og þetta var bara ótrúlega skrítið. Svo kaupi ég þetta straujárn, kaupi bara dýrasta straujárn sem ég fann í búðinni af því að ég var alveg vissum að það kemur bara aldrei aftur góð straujárn til landsins. Svo fór ég bara með það heim og setti það upp í skáp þar sem mamma fann það óbygglega, ég veit ekki, kannski 2 ára setna eða eitthvað. Það var ennþá í pakkanum. Já, nákvæmlega. Já, á svona gufara.
Ég geti, veist, ég er ekki alltaf í krumpuðum fötum. Ég á bara svona gufugæja sem fekk einhvern tíðan, svona eitthvað ameríska græju sem að er bara alveg nóg. Sérum þetta bara easy. Mér finnst bara mjög leiðilegt að strauja. Já, en einhver hluta vegna voru þetta samt, þetta voru viðbröðin, ég verði eignast strauja áður en allt fyrir til fjandans. Nákvæmlega. En þegar þú segir þetta, þá er ég munið mitt að það var fólk inn á fréttastofunni sem á einhverjum degi sagði, ég er búin að kaupa 20 kíló haframjöli og það var alveg þar, sko. Já, fólk var bara hamstra. Þetta var svona, eins og maður sá myndirnar að utan núna þegar COVID var að byrja. þar sem maður ekki til klósettpappir og svona. Þetta var alveg pínu þannig ástand. Einmitt. Og ég man eftir að nágrannakona mín, hún fór og keypti, þú veist, margra ára byrðir af kakói. Og svo fór Var svo mikið fyrir kakói? Nei, þú veist, það voru bara, fólk óttaðist það að sko heimsmarkaðsverðið myndi náttúrulega hækka mjög mikið og það er erfitt að flytja til landsins og þetta væri bara svona einhver munaðar vara sem mögulega er því skortur á hérna og svo held ég að hafi verið hvenær alltaf verið, vorið eftir vorið 2009, þá fór ég í kaffedelunar og hún var með svona lítið búr og sýndi mér inn að það var bara svona hilla af kakói. Bara ennþá, hún ætlum ekki bara ennþá að vinna þetta, ég veit ekki. En við höfum samt svolítið gott að þessu, finnst mér á einhvern nátt, bæði hann í blábyrjunum og hruninu og síðan núna í COVID, að þurfa að hugsa allt í einu, þetta er ekki allt sjálfsagt, og allar þessar vörur sem eru að koma til landsins, að maður þarf allt í einu að hugsa, þú veist, þetta er kannski stundum aðeins brothættar en maður gerir sér grein fyrir, auðvitað erum við náttúrulega alveg eins og núna búin að halda flugsamgöngum með varning og allt þetta en það fær okkur kannski aðeins þess að hugsa einmitt þetta með að vera self-sustainable og allt þetta sko. Þetta er smá COVID-byrjunin komið smá kannski sama töts eins og blábyrjunin og hruninu með þetta sko. Já, það fer náttúrulega eitthvað svona sjálfsvarnar mekanismi í gang hjá fólki og hjá þjóðum. Það verða svona áhugifyllir yfir því að geta ekki séð um sig sjálfar og allt það. Þá fer fólk aftur að tala um fæðuöryggi og svona sem að var mitt orð sem að kom upp þarna kringur hrun og sem að ég man ekki eftir að hafa heyrt mikið í umræðinu áður. Góð punktur. En fæðuöryggi. Fæðuöryggi. Sem kom aftur alveg á fullu núna í síðast ári. Já. En þetta er bara eitthvað, við lifum áhugaverða tíma. Mér tímarnir mjög lengi hafa verið mjög áhugaverðir og stundum full áhugaverðir. Getum við ekki bara haft pínu leðilegt? Jú, nákvæmlega. Ég fór að hugsa mér svo sko, þegar ég fekk Katrínu, forsættisráðherra í einna fyrstu þáttunum, og þá var COVID búið að vera í 3 mánuði og þá hugsaði ég mitt fyrir COVID. Var þetta eiginlega í fyrsta skipti í langan tíma sem íslensk pólitík var orðin svona næstu því smá leiðileg að því það var bara stöðuleiki? Já, ég man alveg eftir því, þú veist, maður var alltaf að passa sig á því, sko, hvers maður óskar sér. Ég man eftir því að hafa einmitt setið í janúar á síðasta ári á skrifstofunum minni í fjármálaráðuneytinu og verið bara svona, hvað ætla ég að gera, þú veist, það sem eftir lifir þessa kjörtímabils. Þú veist, af þessu kjörtímabili. Það var bara orðið svo... Já, að því að hlutinni voru svona fyrir eitthvað föstum skorðum, það var bara verið að saxa á stjórnarsáttmálann, það gekk ágætlega og samstarfi gekk bara vel og þetta var einhvern veginn svona að verða aðeins svo mikil rútína sem að þetta hafði eiginlega aldrei verið í þessu starfi áður. Því ég var náttúrulega búin að fara í gegnum sko 3 kosningar og ekkert mjög lengur tíma og þetta var bara búið að vera einmitt mjög áhugavert og það, ég er ekki að segja það var ekki þannig að verkefni sem maður var með hafi ekki verið það. En þetta var aðeins svo venjulegt. Einmitt. Og svo skömmu sér, þá hætti að vera venjulegt. Það var bara svo leis. Hvernig var að svissa úr, að því þú varst náttúrulega orðin mjög reynd í fjölmiðlunum, búin að vera í raun og vera að gera allt, byrja að vera á RÚV og Stöð 2, að svissa síðan yfir í stjórnmálin innan geðsalapa? Það var ágætt, sko. Ég var alveg tilbúin til þess að skipta vettvang. Og þetta er auðvitað eitthvað sem maður hefur, ég hef allavega alltaf haft áhuga á þessu, stjórnmálum og þjóðmálum og það er mjög erfitt að vera í þætti eins og við vorum í Ísland í dag eða Kastljósin eins og ég var í áður eða Morgunútvarpinu eða einhver, það sem er alltaf verið að fjalla þjóðmál á þess að hafa einhvern svona áhuga á pólitíkinni og því sem er að gerast kringum okkur. Þannig að mér fannst þetta ekkert, það er ekkert svo langt á milli þess að vera sko að fjalla um stjórnmál þarna með borðið að fara yfir og fara að vinna í þeim og það ég er nú ekki fyrsta manneskjan sem hefur að vinna í fjölmiðlum sem hefur farið þessa leið með einum eða öðrum hætti sumir hafa farið að vinna fyrir stjórnmálaflokka og aðrir hafa bara farið í framboð
En hvernig að vera mitt þetta svona, það öðruvís að vera stjórnmála maður eða vera í hlutverkinu sem þú varst í? Finnst þér er gaman að vera svona, hvað getur maður sagt, strategisti? Já, mér fannst það mjög skemmtilegt. Og það sem líka skemmtilegt það að geta haft mögulega áhrif á það hvert hlutinir fara og hvernig þeir eru gerðir. Og ég held að flestir sem fara í pólitík séu að það er vegna að þeir eru með einhverjar hugsjónir og þeir vilja breyta einhverju og bæta umhverfið og bæta samfélagið og það er akkurat það tækifæri sem maður fær þegar maður er í þessu starfi. En ég held að það sé líka mörguleiti það sem að rekur fólk áfram í fjölmiðlum. Það er að fjalla einhverju hluti, en til dæmis það hvort þú fjallar eitt mál frekar en annað. Þessi ákvörðun það hvað fær kastljósið. Og hún getur líka ákveðnu leiti verið bara skoðanamótandi fyrir áhorfendur og getur sjálfur sér verið það einhverju leiti pólitísk. Það er hárrétt. Þannig að ég held bara að það sé talsverður skyldleiki þarna á milli af þessum sviðum og það hvernig fólk velst í þetta. Það er mjög góð punktur. En myndirðu segja að aðstoðamenn ráðherra og þeir sem eru í svona störfum er ekki alltaf mikilvægt fyrir stjórnmálamenn og þá kannski sérstaklega ráðherra að vera með alls ekki jáfólki kringu sig? Jú, það er mjög mikilvægt. Er það ekki? Jú. Þetta er bara eins og þegar maður skipa nefnd. Ef allir eru sammála í henni, þá þarfst bara einn. Þá þarfst ekki að vera með alltaf fólk. Hárrétt. Og það er náttúrulega erfitt fyrir ráðherra að vera með eitthvað, þú getur ekki verið með eitthvað sem vinnustansast á móti þér. En þú þarft að vera með eitthvað sem að þorir að segja nei þegar að þarf að segja nei eða segja að þetta er ekki nógu gott eða ef ekki að skoða þetta frá fleiri hliðum og svo framvegis. Og verður einhvern veginn, þú þarft að hjálpa ráðherranu þínum sem er mjög önnum kafinn að líta á málin frá mörgum hliðum. Myndirðu segja að þú hafi verið svona, þetta væri svona kannski skali. Ég hafði tilfinninguna að þú væri kannski svona alls ekki jámanns megin á skalanum. Er það rétt metið hjá mér? Miðað við aðra aðstoðamenn? Ég veit ekki ég vil það sé frekar hættulegt að fara út í þá umræðu. En ef þú spyr Bjarna þá myndi hann ábyggilega segja að ég væri ekki mikil jámanneskja. Er það ekki? Jú, ég er það ekki. En ég er auðvitað hvernig orða maður þetta ég auðvitað deildi ákveðni sín með honum. En við horfum ekki alltaf á hlutina nákvæmlega sömu augum og það er einmitt það sem er gott við það að vera með fólk sem er nálægt manni og er óhrætt við að segja manni hvað þið finnst að það getur líka þá að einhverju leiti endurspeglað skoðanir fleiri. Og það er eitthvað það sem er bara mjög mikilvægt fyrir stjórnmálamenn að heyra hluti úr mismunandi áttum. Varst þú komið með leið á því við fjölmiðlana sem að ég fekk á einhverjum tímapunkti alveg hundleið á. Man ekki hvernig orðaðir ekkert inn í einhverju viðtali ef þú værir ekki að, hvernig orðaðir þetta? Ef þú værir ekki að gera eitthvað þá verður ekki að vinna vinnuna. Ef maður verður ekki að lemja fólk með naglaspýti í beinni. Nákvæmlega. Ef þú verður ekki að lemja fólk með naglaspýti í beinni þá verður ekki að vinna vinnuna. Ég á einhverjum punkti fekk svo mikla leið á þessu að því að maður hugsar, hvert er hlutverk mitt Bjarni? Hlutverk mitt er fyrst og fremst bara að einhver sem er að horfið að hlusta, sitja eftir með upplýsingar eftir þáttinn. Þá skiptir einhver máli hvort að ég er harður eða, en minnst að stundum einhvern veginn krafan var orðið svo mikið í kringum hrunið og eftir hrunið, þú verður að vera svakalega harður, annars bara er þú ömurlegu fjölmiðlamær. Í staðinn fyrir að vera, ég get verið rosa harður og tekið eitthvað rifrildi í 20-30 mínútur, en það skila engu. Það er bara þvæla, Nei, mér fannst þetta á allan einhverju tímapunkti, þá var mér farið að líða þannig að krafan væri bara þetta. Þú þyrfti bara alltaf að vera að kaghýða einhvern í beinni. Annars væri ekkert í þessu. Og ég held að oft á tíðum sé ekki leiðin til þess að fá fram upplýsta umræðu svo að vera alltaf að leiða fólk bara á aftökustokkin. En það er ýmsir skólar í þessu. Þetta getur verið gaman að taka viðtöl þar sem að þú getur verið þokkalega harður og getur tekið vel á hlutunum og það er bara til margar leiðir til þess. Það er ekkert endilega þannig að sá sem að æpir hæst
sé endilega sá sem að sko mest í töffarinn og líklegastu til að leiða fram sannleikan í málinu. Akkurat. En ég allavega, ég man bara eftir því að hafa farið í gegnum svona viðtöl þar sem ég kom út og var bara þetta ekki bara orðið gott. Þannig ég ákvað bara að hætta og fara að skrifa ritgerð. Ég átti eftir að klára lögfræði sem ég hafði ítt á undan mér í mörg ár. Þannig að ég bara henti mér í það. Ekkert endilega á svakalega skynsamlegum punkti þannig séð í miðju hruni en maður verður stundum bara svona ákveða fyrir sig. Já. Eða held ég að sérlega verður maður svona yfirleitt innan á þeirra marka sem að framfærsla fjölskyldunar þólir að svona setja sjálfan sig í forgang og svona andlega líðan. Já, það er líka stundum bara gott að ákveða þetta fyrir sig áður en aðrir ákveða þetta fyrir þig. Já, og það. En eins og fyrir mig, ég var bara rekin, sko. Þannig að mér er alltaf flott þegar fólk, svona að fólk hangi ekki of lengi þegar það byrjaði að finna, ég kom með leið á þessu. En ég hangi bara það lengi að það enda með að það er einhver annar sem rekur mig í staðan fyrir að ég hætti, skilur. Já. En svo það líka samt, maður oft með svona ákveðna ábyrgðartilfinningu, þú veist, gagvart kannski prógraminu sínu og gagvart samstarfsmönnum og stundum líka bara gagvart áhorundum eða áhorundum og öllum manni finnst einhvern veginn að manni beri svona ákveðin skylda til þess að bara halda áfram að vinna sínu eins og allir aðrir. Þannig að ég var kannski alveg búin að hugsa þetta í einhvern tíma áður en ég komst að þessari niðurstöðu en þessi hrunstemning, hún hjálpaði mér að taka ákvörðun. Já, þú ert náttúrulega varst búin að vera það lengi í fjölmiðlunum og þú getur lagt aldrei gott mat á það. Finnst þér eins og að hafa orðið svona varanleg breyting í hruninu á umræðu hefðinni og svona einhvern veginn, náttúrulega vissuleiti kannski smygluðust að neinn líka ákveðna tækni samfélags, þú veist, Facebook var svona komið inn á 2007-08 af fullum þunga, kommentakerfin voru að detta inn hann aðeins, þannig að þetta kannski sambland af hruninu og síðan því að tæknin í fjölmiðlum var að breytast, sko, og miðluna leiðinar. Já, ég held að það megi alveg til sansfæra. Síminn alltaf hringir, en það er hringið. Viltu taka þetta? Alls konar liða hringja. Nei, það þarf að vera eitthvað merkilegur en þessi, sko. En Ég er alltaf með hann svo ég taki smá út úr hérna. Það er alltaf með síman hérna við hliðina á mér. Ég hef alltaf spurningar hérna og ég er alltaf með þér hérna við hliðina á mér, en ég kík aldrei á þær. Nei, ég líka alltaf með síman við hliðina á mér ef ég skildi þurfa að skyndi googla eitthvað hvað svo sem maður gæti látið sér þetta í huga að gera. Öryggishækja. Já, en ég líka, þú veist, bara svo við tökum útúrdúr sem við höfum örugglega eftir að gera, þá hef ég til dæmis gerði þetta alltaf og hef alltaf haft símana með mér í útsendingu og líka þegar ég fer sjálf í viðtöl og svona, þú veist, að vera tengdur, af því að mér finnst til þessum rosalega skrítið að vera fréttamaður sem að sko situr kannski lokaðurinn í stúdíó í klukkutíma eða eitthvað og þú veist ekki hvað að gerast og ef pródúsentin er ekki heldur að fylgjast með þá geta kannski orðið sko stóru viðburður í beinni og þú veist bara lesa, þú veist, einhverja tölur þjóðhagsspá eða eitthvað sko. Einmitt. Það er einhvern veginn ekki, mér finnst það ekki vera sérstaklega góð vinubröð. Nei, nákvæmlega. En það til nokkrir skólar í þessu. Það er bara svona fólk sem finnst að maður eigi alltaf vera með einbeitinguna sko fullkomlega á því sem þú ert að gera því það er búið ákveð að gera það þannig. Já, ég er ekki þar. Nei, ég er svolítið sammálaður af því ég held að sé alveg hægt að vera með einbeitinguna en einmitt og líka getur það jafnvel næstu því búið til gott efni að það sé eitthvað svona smá möguleiki og einhverju unpredictability inn í. Já, það er bara til að segja svo mér fannst sko útvarpið og finnst það alltaf sko, útvarpið svo rosalega sveigjanlegur og hraður miðill. Það að mörguleiti auðveldara að bregðast við í útvarpi heldur en í sjónvarpi. Já. Af því að sjónvarpið bara setur manni aðeins svona stífari ramma. Einmitt. Og maður er ekki eins sjálfbær. Maður getur verið einn í útsendingu og stjórna henni sjálfur og ákveða hvað símtón maður tekur á hvaða tíma og hvenær maður líkur þeim og allt þetta. Einmitt. En maður þarf miklu meiri aðstoð í sjónvarpi. En við vorum náttúrulega að tala umræðuhefðina og hvernig hún hefði breyst. Já. Og ég held að þetta hafi virkað saman. Bæði hrunið og það að fólk var bara mjög svegt og reitt og hrætt og brást við á alls konar máta og það verðu líka umbrot í stjórnmálum, það komið frá nýjir flokkar. Á sama tíma voru þessi samfélagsmiðlar að spretta upp. Ég reyndar var í spurningakeppni í vikunni. Okay. Það sem var verið að spurja hópin út úr gömlum statusum
og þar var mér einmitt bent á sko að því ég var ábyggilega svona, ég var ekki stærra á topp 5 yfir Íslendingar sem byrjuði á Facebook, veist, að því að ég var bara, ég man eftir ég var að tala við eitthvað breskan blaðamann sumarið 2007 sem segir, ertu ennþá að nota, þá voru að nota MSN eða eitthvað, einhver samskiptum, bara, ertu ennþá að nota þetta? Hefur ekki heyrt þennan nýja vef þarna, Facebook? Þetta alveg frábært, þú getur talað við fullt af fólki í einu og eitthvað og sendir mér boð, bauð mér á Facebook og ég skráði mig inn á þetta og bara ein í heiminum, það var bara enginn að það sem ég þekkti, það var bara útlendingar, þetta var einhvern veginn, það var bara bergmálaði og svo svona, þennan vetur þá fór að fjölga, ég var alltaf að bjóða einhverju fólki, ég vildi ekki koma á Facebook og þetta var allir statusarnir þarna, í upphafi, eru ömurlegir. Eru hræðilegir? Af því þetta einhvern veginn bara, það var alltaf þannig, þú veist, þetta var nafni manns. Já, það var þannig, það var bara nafni manns og svo stóð sko Svanhildur hún Valsdóttir is, það var alltaf is og svo bara er hvað? Og maður bara, ég verð að segja eitthvað, það er ekkert að gerast en það er bara is heima og maður bara einhvern veginn bara, þetta er svo vandræðilegt að það er ekki hægt. En samt ákveðin fegurð í þessu. Maður þurft að skoða fyrstu statusuna sín á Facebook. Þeir eru bara agalegir. Agalegir. Tilkynna eitthvað dagleg störf og þetta var bara hræðilegt. Já, og svo líka, vissi ekki almennilega hvernig maður átt að sko, nota þennan miðil og svona og ég er náttúrulega áhuga manneskja íslensk máli eitthvað í stund byrja að horfa á þetta, ég er bara einhvern svona, hvað ég var ógeðslega leiðileg. Það kvart undan einhverjum málfæra eitthvað, alveg hræðilegt. Á Facebook? Já, og ég, sko, ég fæ alveg svona pínu, ég fæ svo mikið auðlarhroll yfir þessu, en svo verður maður bara einhvern veginn að lifa með þessu, svona er þetta bara, þetta er bara glata. Maður var bara ekki betri en þetta. Nei, og svo er þetta búið að vera að færast náttúrulega núna, maður sér að ráðherrarnir eru að koma og sterkir inn á Instagram núna og það er svona verið að nútíma eða samfélagsmiðlana hjá þeirri kynslóð. Felur það ekki bara dauðan í sér fyrir þá miðla? Geti það ekki verið? Ég veit það. Er þetta ekki alltaf þannig að þetta eru leið og foreldrarnir koma inn á miðlana sem börnin eru á og þá finna börnin nýja miðl? Það er eitthvað svoleiðis. Það er, mér skilst það. Það komur einhver nýr miðl sem maður reyndar ekki hvað heitir núna, þú veist það örugglega betur en ég því að þú ert bara aðeins meira töff. Það er einhver miðl þar sem fólk er bara að tala saman, þú veist, það er eitthvað svona plattform þar sem þú setur ekki inn statusa eða skrifar ekki, heldur bara lendur bara inn í einhverjum hóp og það er bara fólk eitthvað að tala og getur hlustað eitthvað tala og svona og ég er alveg bara almáttugur, ég næði alltaf að hringi fólk sko. Já, að vita hvað þetta heitir en ég maður það ekki. Ég maður það ekki núna. En þetta er eitthvað... nóg fyrir mig, ég ætlaði að vera voða ungur í anda og fara á TikTok þegar ég var að byrja með podcastið, bara til að setja inn á TikTok, af því það er, maður svona sá það og það er bara hellingur af fólki sem er að konsjúma hluti þar. Ég eiginlega var að hætta að setja inn á TikTok af því að orðalega, sko, það er hægt að vera nafnlaus. Það var bara kommentakerfið þar var alveg svona, það var allt öðru leveli, sko. Er það? Já, það var bara, þú veist, þetta er aumingi og það var bara að nota mikið af orðum, sko, sem að svona reiðir krakkar, sko. Reiðir nafnlausi krakkar, sko. Ok, og hvað var það sem að fólk svona lét trufla sig mest? Það voru, sko, ég ætla ekki kannski að vera leiðilega því ég eitt þessu út, sko. Það voru nokkri viðmælendur þar sem að fólk var að segja að þessi er á einhverju og hann er á þessum efnum og hinum efnunum og þetta var bara svona, það var verið að hjóla alveg vel í mannin, sko. Já, mér finnst þetta er leiðilegi parturinn af þessu. Það er þetta að fólk segir hluti sem að ég held að samskipti séu ennþá þannig að þetta eru hlutir sem fólk myndi ekki segja við annað fólki eigin persónu. Langoftast ekki, sko. Já, og ég er eiginlega þeirri skoðun að maður á alltaf að hugsa, myndi ég segja þetta við manneskuna ef ég staði fyrir framan hana, hvort sem nú er íslenska eða ekki. Og þú veist, að þegar stundum finnst fólki að því að þetta er einhver frægt fólk í útlöndum, þá geta það sagt alls konar hluti. En ég held að ef maður myndi ekki treysta sér til þess, þá ætti maður að sleppa því. En hvað myndið þú segja, hafandi verið svona mörgum megin við borðið, sko, í fjölmiðlunum, stjórnmálunum og svona, og núna í viðskiptaráði, í svona litlu landi eins og Íslandi, er ekki kommentakerfin, hafa þau ekki meiri áhrif hér en annars þar? Þú veist, það er einhvern veginn, manni líður svolítið eins og bara núna í COVID og svona, þú veist, það bara ef það er einhver hávær hópur sem gargar nú mikið, er ég kannski að rugla, eða eru stjórnmálamenn, mér líður stundum eins og stjórnmálamennir sé að taka full mikið mark á þessu, sko. Og láta það hafa full mikið áhrif á sína ákvarðanatöku. Er það miskilningur af mér? Sko,
Ég held að flesti sem ég þekki lesi eða ekki kommentakerfi. Ok. Þannig að það bara lífur og stutt fyrir það. Já, okkur langar að lesa það ekki, en ég glugga ekki flestir í það. Ég veit það ekki. Ég gera það ekki náðu með þessi bent á það. Já. Og þá það, þú veist, þá stundum það gaman, sko. En ég held að fæstir séu í þessu vegna þess að þetta verða kannski, þetta svolítið svona endurtekið efni í þessu og mikið, ég held að þetta sé ekkert rosalega stór hópur sem mjög virkur í kommentakerunum. En meina auðvitað stundum koma það sem til dæmis eins og erlendist, það sem á sumum miðlum, það sem svona meiri ritstjórn á kommentakerunum, það sem að, þú veist, koma inn bara gagnleg og skemmtileg komment sem að enda mögulega síðan sem bréf til blaðsins, sko, í einhverju sérútgáfum og svona, þú veist, það er alveg til og það kemur alveg fyrir að maður rekst á komment sem að, þú veist, eru bara upplýsandi og fín og góð viðbót við efnið. Ég er búin að því ég set þættina mín út á YouTube, ég er oft búin að fá tillögur af viðmælendum og alls konar bara mjög góða hluti í gegnum, þannig að það einmitt. Það er svona, kannski þetta enn einn af þessum hlutum sem við þurfum bara aðeins að fara yfir striki til þess að læra eitthvað milliveg og eitthvað, sko. Já, ég meina, kannski geta það alveg virkað þannig og mjög mögulega þurfa þá líka fjölmiðlar hafa einhverja smá ritstjórn á, þannig að það fari ekki alltaf bara í sama rifrildið, nei þú víst, nei mamma þín. Það er bara einhvern veginn þetta er einhvern veginn næstu því þannig, sko. Nei, mamma. Já. Þetta er svolítið svoleiðis. Já, en ef að þeir tækju það að sér að vera með smá stýringu á þessu, þá mögulega gæti þetta farið að virka þannig að þetta væri svo góða viðbót sem ég held að hafi verið hugsun í upphafi ef þetta gæti orðið. Algjörlega. Þú veist, þetta gæti orðið bara vinklar á mál sem að, sko, fjölmiðlar sjálfur hefðu kannski ekki hugmyndaflugi að finna eða bara einhverjar upplýsingar sem að, þú veist, engum hefði dottið í huga að leita eða eitthvað. Já, bara leið fyrir hinn almenna mann að taka þátt. Já, uppáhaldskomandi mitt samt alltaf, er þetta frétt? Já, það er sígilt. Já. Það er sígilt, er þetta frétt? Já, ég bara heldur skil ekkert í þess ekki búið að framlega varning með, þú veist, þessu er þetta frétt? Það er þetta góð. Þú sem myndi kaupa hann, sko. Já, ból og derhú. Já, algjörlega. Derhú, ég er náttúrulega mjög góð með derhú, sko. Er þetta frétt? Mér langaði að spyrja það svolítið við svona tengið aðeins inn í pólitíkina og fjölmiðlana líka. Þú sóttir að vera útvarpsstjóri. Já. Hvað er það sem að þú ef þú hefur fengið það starf, hvað finnst þér með allir þessar reynslu í fjölmiðlunum? Hvað finnst þér að mættu vera öðruvís í ríkisútvarpinu og ríkisútvarpinu? Það eru alls konar hlutir sem að ég hugsa að ég hefði viljað gera öðruvísi en mér finnst rosalega erfitt og leiðinlegt að sitja út í bæ og ef maður vill breyta hlutin þá finnst mér oft gott að gera það innanfrá og ríkisútvarpið náttúrulega hefur bara ákveðna lagaskyldu og þarf að gera alls konar hluti og síðan líka að reyna að fylla upp í alls konar göt því það er líka á auglýsingamarkaði og þarf þess vegna að draga fólk að skjánum fleiri heldur en kannski það þyrft að gera ef að það væri bara að sinna einhverju öryggishlutverki og upplýsingarhlutverki og menningarhlutverki og sem að kannski býr til svona ákveðu ójafnvægi í því sem það er að gera en það sem ég myndi helst vilja sjá ríkisútvarpi gera væri að sýna kannski meiri tillitssemi í samkeppni. Sammála. Mér hefur alltaf fundist það að vera og bara mér fannst það þegar ég var á Stöð 2 og mér fannst það líka þegar ég var að vinna sjálf á ríkisútvarpinu að maður þyrfti að taka svolítið tillit til þess hvers konar risið þetta er á markanum. Einmitt. Það er ekki hlutverk RÚV að vera einhvern veginn svona næstu því að reyna að kaffæra aðra, sko. Nei, ég meina við þekktu það alveg, þú veist, taka slaginn við ríkisútvarpið, sko, þú veist, sjónvarpið á þeim tíma viðmælendur eitthvað og mjög skrýtna slagi. Þú veist, ég man eftir því að hafa verið búin að bóka fólk í viðtal og svo kannski bara einhver hjá ríkissjónvarpinu og lagðist á það fólk að fullum þunga, sko, og maður allt í einu stóð bara í einhverju stappi við ríkismiðlunum það hvort að fólk sem að stundin líka var bara að ræða mjög viðkvæm málefni, þú veist, þyrfti að deila svona milli tveggja miðla eða velja á milli eða eitthvað, sko, þú veist. Það var bara, í þessari samkeppni var ákaflega lítil til þessum við. Já, þetta er bara mjög góða punktur. Og kannski þarna sem það er svona kannski sápunktur sem væri hægt að Já, það í eigendastefnu ríkisins fyrir þau fyrirtæki sem að ríkir ekkur, þar er einfallega bara klásúla það að fyrirtæki, ríkisfyrirtæki sem eru á samkeppnismarkaði eiga sína ákveði tillit. Þú veist, þau ekki að taka meira pláss en þau þurfa að taka. Nei. Hvað myndir þú segja almennt að því að svona bara þín
því þú hefur aldrei farið í að vera í stjórnmálum sjálf, þú veist svona baku tjöldin, en Ég var reyndar, ég fór einu sinni framboð, sko. Hvernig var það? Láður nú fórstu fjölmiðlana? Já, þegar ég var í vísindaferð á Þingvöllum með lagadildinni hausti 97, þá fékk ég símtal og að spurði hvort ég væri til í að taka þátt í prófkjöri hjá Sjálfstæðisflokknum. Það voru nokkri svona beðnir að taka þátt og ég bara segði einhvern veginn, já, ég geti ábyggilega gert það og vissi ekkert hvað ég var að gera. Svo ég bara gerði það og fór í prófkjör í Reykjavík, sko, þú veist, fyrir borgarstjórnarkosningar. Okay. Og nýflutt í bæinn, þannig séð, utan að landi. Og ég vissi mjög takmarkað það út hvað ég var að fara, en þetta var samt sem að vera skemmtilegt og ég endaði að sitja í borgarstjórnarhóknum í svolítinn tíma og taka þátt í nefndastarfi í Reykjavík. Og svo bara fannst mér fjölmiðlarnir meira spennandi heldur pólitíkina þessi tíma. Fór að vinna, ég hafði verið að vinna á degi fyrir norðan, fyrir þetta og fekk svo vinnu hjá svæðisútvarpinu á Akureyri og bara upp úr því þá einhvern veginn yfirtóku fjölmiðlarnir líf mitt. Ég sá heldur ekkert eftir því, sko. Nei, en þú ert samt þeim megin í stjórnmálum að það er náttúrulega orðið svolítið svona, Sjálfstæðisflokkurinn svolítið ólíkur kannski svona einhverjum hægri flokkum í öðrum löndum. En þú myndir skilgreina þig svolítið þeim megin, þú veist, til dæmis eins og bara núna. Er ríkið búið að blása mikið út? Já, ríkið hefur alltaf tilhneigingu til þess. Það hefur tilhneigingu til þess að taka til sín verkefni og þú veist, fjárlögin eru alltaf aðeins stærri á hverju ári. Útgjöldin alltaf aðeins meiri. Og allir vilja meiri peningi sína. Já, en þau náttúrulega kannski fylgja líka þá hagvextinum svolítið. Það er bara leið og hagkerfi stækkar að þá er auðvelt að láta ríki fylgja með. En það þarf ekki að vera lögmál. Ríki þarf ekki að vaksa endilega jafn hratt á hagkerfið. Það er eðlilegt þegar fólki fjölgar eða aldursamsetning þjóðarinnar breytist að sko svona verkefna þungin getur orðið mikill. Það er alls konar verkefni sem þarf að taka að þér til dæmis þegar þjóðin eldist sem þú þurftir ekki að gera í sama mæli áður. Eða þá að kröfurnar breytast. Fólk gerir meiri kröfur til menntakerfisins og heilbrigðiskerfisins og ýmiss konar félagslega þjónustu og svona heldur að gerði kannski fyrir bara 30 árum. Þannig að maður svona aðeins að reyna að diffra það, sko. Hvað er bara eðlilegt og hvað er þannig að einhver gleymdi að stíga á bremsuna? Mér svolítið í núna eða einhvern veginn og ég veit ekki hvort það ég sé bara að tala með afturendanum á mér eða það. En þegar COVID byrjar þá það er verið að setja svo rosa mikið, það er bara að auka á atvinnuleysisbótum, fleiri ríkistörf, fleiri þetta. Og þá hugsa ég til, ég heyrði Elon Musk í viðtali þegar COVID var búið í nokkra mánuði þar sem hann sagði, fólk má ekki gleyma því if there is no one to make stuff, there is no stuff. Þú veist að það verður að passa upp á einkageirann. Já, verður að passa upp á verðmætasköpunina, verður að passa upp á greinarnar sem að búa til verðmætins sem að sko gera það verkum að allt hitt þrífst. Mér svolítið eins og sé svona einhvern veginn búið að vera smá umræðum að svona, já, bara ríki græjar þetta, en ríkispeningur er náttúrulega bara minkar ef einkageirinn er bara verið að kirkjan. Sko. Já, ég fór í heimsókn til fjármálaráðherra í Danmörku fyrir nokkrum árum sem að var einmitt með svona skilti á borðinu sem að stóða þú verður að muna hvaðan peningarnir koma. Nákvæmlega. Og það er mjög skynsamlegt. Það er nefnilega, þú veist, þetta eru engin peningar ríkisins, þetta er alltaf peningar skattgreiðenda. Akkurat. Og hvað myndir þú segja eins og, hvað myndir þú segja að væri stærstu verkefni núna í, þú veist, nú erum við búin að vera, nú er ríki búið að vera að eyða dálítið miklum peningum og þarf að eyða peningum. Já. En hvað væri hægt að gera til þess að, svona, hvað þyrfti að gera nú til þess að passa upp á, einmitt, bara þessi litlu og millistóru fyrirtæki sem eru, bara í einkarekstri og allt þetta? Ég meina, það eru auðvitað verið að gera mjög mikið til þess að reyna að hjálpa þessum fyrirtækjum að líða ekki einfallega undir lok. Til þess hafa verið búnar til alls konar styrkja leiðir og þær hafa þróast frá fyrsta degi og þá er eins og sagt var í upphafi, sko, við munum gera, það er betra að gera of mikið heldur en of lítið. Gera frekar meira heldur en minna. Akkurat. Og það er svona lærdómur sem að ég held að stjórnvöld bæði hér og víða annar staðar hafi tekið með sér úr síðasta hruni. Það sem að var mjög mikil áhersla lögð á aðhald.
að passa upp á það að skuldasöfnun er ekki á mikil og þetta var svona það sem var alltaf kallað allir töluð svona austerity measures, svona aðhaldsástæðanir. Og það til dæmis gerði það verkum að það var farið í það að skera niður allt sem heitir svona einskiptiskostnaður, svona fjárfestingar og slíkt. Og við vorum bara og erum eiginlega ennþá að ná okkur, hefum eiginlega aldrei náð að jafna okkur á þeim niðurskurði. Það var frekar farið í þær aðgerðir heldur en reksturinn, af því að reksturinn þýðir venjulega svo mörg störf, svo erfitt að fækka fólki til dæmis í heilbrigðiskerfinu eða menntakerfinu eða eitthvað slíkt sem eru eiginlega allt samar fólk sem er opinberir starfsmenn. Og ég held að það mjög mikil háaði ef að það hefði verið svona helsta ráðstöfunin. Akkurat. En aðhald samt sem að það alveg aðfinnu góða, en þarna það þarf aðeins að passa upp á það að maður drægi ekki máttinn þannig úr hagkerfinu að það verður lengi að koma sér á fæturna aftur þegar að þessu ástandi linnir. Sem akkurat það sem að var hugsunin þegar að var farið að grípa til þessara COVID-ráðstafana á síðast ári, að reyna að hjálpa fyrirtækjunum til þess að geta bara, sum þurftu náttúrulega að leggast í hýði, en til þess að geta haldið það minnst að lágmarksstarfsemi, geta haldið ráðningarsambandi við fólk, þannig að það þyrfti ekki að byrja fullkomlega á jarðskjálfti. Alltaf einhverjir skjálftar? En síðan var orðið svo ég veit ekki hvort þú fann að upplifa það sem ég fann að upplifa að ég fann að finna jarðskjálftar þegar ekki jarðskjálftar. Já, ég var örugglega líka. Var þetta skjálfti? Já, en það var í það minnst að tilgangurinn var sá að reyna að halda þannig lífi í fyrirtækjunum og í hagkerfinu að við erum fljótari upp, það bara þannig að við þurftum ekki að fara að ræsa vélina, hún verður hún alveg köld og maður þurfti að byrja að smyrja hana og allt þetta og hlutir af henni væri bara ryðgaðir fastir þegar að allt væri að stað og það það sem maður vonar að hafi tekist að passa upp á það að það væri ekki margar kennitölur sem að myndu deyja drottin sínum. Af því það líka, það þröskuldur að komast yfir að þurfa að starta fyrirtæki alveg frá grunn upp á nýtt og stofna nýja kennitölu og einhvern veginn koma sér að stað og þú búin að tapa kannski, öllu starfsfólkinu þínu og það dýrt að þjálfa upp nýtt starfsfólk og það tekur tíma og svo framvegis. Þannig að þessar aðgerðir hafa mikið gengið út á það að reyna að halda í það minnsta lífi í fyrirtækjum og reyna að passa upp á það að þegar að tækifærin kæmu að þá yrðu við fljóta að hlaupa stað. Og ég held að atvinnurekendur séu vel flestir. Það þetta einhverjir sem að hafa verið ósáttur í það hvað til dæmis mörkin á því hvort þú kæmist inn í aðgerðirnar, hvað þau eru stíf. Já, ég meina Sigmar Vilhjálmsson, hann hefur verið ósáttur og það alveg skiljanlegt vegna þess að... Já, ég bara að segja, mér finnst þetta málflutningur hans bara búin að vera nokkuð góður, Já, þú veist... Sem er að benda á nokkuð rétt með þetta hluti, Já, ég meina þeirra til dæmis þannig að þú verður að hafa orðið fyrir 40% tekjufalli, en að þú verður fyrir 39,5%, hvað þá? Og svo sagt, jú, þú verður að hafa bara einhver mörk af því að þetta verður að vera skýrt og gegnsætt kerfi og það má ekki mismuna og svo framvegis. Að því að sumir hafa sagt, býtu, af hverju getur þetta ekki verið hlutfall á móti tekjutapjan og rekstri og niður í eitthvað ákveðið. Að því að þeir til dæmis sem í veitingarekstri, þar sem að marginan svo lítil, að þú veist, bara svona sveiflur, þú veist, þú þarft ekki að fara upp í 40% tekjufall til þess að þú sérst bara komið í mjög erfið mál. Nákvæmlega. Að þeir hafa náttúrulega verið ósáttir og það hefur verið þess vegna, hefur verið gripið til ýmiss konar einhverja fleiri aðgerðir sem að reyna að mæta þeim en svo veit maður ekki. Ég hef mestar áhyggjur af svona eins og ég fór hringferðir kringur landi 2019 og í byrjun 2020 og þá varum við að vákvaðar orðin til flottur infrastruktúr öll þessi flottu kaffihús og veitingastæðir og bara þessi þjónustaða. Svo var ég daginn á Suðurlandinu og þá einmitt ætlaði ég að fá mér einhvers konar hádegismat eða eitthvað á sunnundi og þá af stöðum sem ég fletti á Google Maps að þá ég tekkaði á 5 stöðum og það voru 4 þeirra allavega tímabundi lokaðir eða bara alveg lokaðir. Og þetta svona kannski það sem maður hugsar þegar þú ert að segja að bara smyrja vélinn aftur þegar þú veist að þetta virkar ekki þannig að það sé bara hægt að ít og play og þá sé allt eins og það var. Nei, en vonandi þessu kennitölu til dæmis ennþá til. Já, þannig að eigendurnir og stjórnendurnir hafa mögulega verið bara að vinna einhverja lágmarksvinnu eða eitthvað slíkt og uppsagnastyrkirnir, þeir áttu líka að virka þannig að þeir sem að fengju uppsögn á þessum tíma með hjálp frá ríkinu, að þeir ættu þá, þú veist, í ákveðin tíma rétt á forgangi að starfinu sínu aftur. Þannig að þá ættu í það minnst að vera með fólk sem að
kannvinnuna og vonandi getur brugðist hratt við eða til dæmis eru á atvinnuleysisskrá af því það skiptir líka svo ótrúlega miklu máli að þeir sem hafa lent á atvinnuleysisskrá eða bara mist vinnuna á þessum tíma að þeir verði ekki lengi þar af því að þú verður að halda virkninni af því að maður finnur það bara sjálfur og maður þarf ekkert mjög langan tíma heima utan þessara venjulegu rútínu til þess að sko það getur orðið svolítið erfitt að draga sig aftur upp á lappirnar. Já, eða bara mjög erfitt. Já. Þannig að ég er sammála því. Það var einhvern veginn þar sem bara setja allavega atvinnuleysisbætur og svo fyrir mér að hugsa ok, hvað má það vara lengi, sko? Já, ég meina því að fólk getur verið í 30 mánuði á atvinnuleysisbótum á Íslandi sem býsna langur tími en svo verður einhvern veginn að samt sem á líka að vera með þannig kerfi að þú getur einhvern veginn ekki bara skili fólk eftir eitt úti á atvinnuleysisbótinu og þú þarfst að vera með eitthvað sem að togar í það og það til dæmis það er verið að bjóða upp á núna ráðningarstyrki sem er þannig að fyrirtæki geti ráðið fólk af atvinnuleysisskrá og fengið ákveðinn styrk til þess þannig að í staðan fyrir að þú sett bara með fólk á atvinnuleysisbótum þar sem að það er þá bara heima hjá sér í staðan fyrir að vera í einhverju vinnu og þá geti það farið í einhverju vinnu hjá fyrirtækjum og þá er bara spurning hvort að fyrirtæki geti ekki fundið sér sko þetta getur til dæmis verið þannig að það eru mörg fyrirtæki sem að sjá fyrir sér að vinna einhverja vinnu, gera einhverja breytingar, innleiða einhver ný kerfi eða eitthvað slíkt sem að er bara á langtíma áætlun hjá þeim. Mögulega geta þau flýtt einhverjum verkefnum, flýtt einhverjum viðhaldsverkefnum og svo framvegis sem þau geta þá tekið inn og saxað á þessa atvinnuleysisskrá sem þau kannski ella myndi ekki gera, hefði ekki þörf fyrir þennan starfskraft í raun og veru fyrir einhvern tíðan seinna. En jú, það eru bara, ég talaði fullt af atvinnurekendum sem eru að hugsa þessa hluti. Sem eru bara að hugsa það, við erum alveg tilbúin til þess að reyna að létta á þessu atvinnuleysi með því að flýta verkefnum hjá okkur. Þetta er gott tækifæri til þess að gera það og þessi ráðningarstyrkur getur hjálpað fyrirtækjum til að taka slíka ákvörðun. En þá þarf líka einhvern veginn umræðin í kringu það ekki að verða þannig að fyrirtæki séu einhvern veginn að reyna bara alltaf að maka krókinn fyrir sig með því að taka við þeirri aðstoð sem að ríki býður í þeim tilgangi beinlínis að halda fólk í vinnu eða láta fólk fá aftur vinnu sem hefur mist hana. Af því við þurfum, það er svo auðvelt, ég meina, það er einhvern veginn, eins og umræðan var til dæmis í kringu hlutabætunar í fyrra, það sem ríki sagði bara, setiði fólk á hlutabætu frekar en að segja þau upp, bara við viljum halda fólk í vinnu, við viljum vernda þetta ráðningarsamband, við vitum ekki hversu lengi þetta ástand varir og mörg fyrirtæki brugðust við með því að gera það. Og svo fór umræðan svolítið að snúast þetta býtu, hafa þessi fyrirtæki þörf fyrir þetta eða ekki? Og mögulega hefði þessi fyrirtæki, þau hefðu mögulega mörg hver frekar sagt fólki upp bara vegna óvissunar í staðan fyrir að setja á hlutabætur. Kannski hefðu ráðið aftur tilbaka og svo framvegis, maður veit aldrei almennilega hvernig hluti gerast það, því að það er náttúrulega fátt sem hefur verið meira ríkjandi undanfarna mánuði en óvissa. En þetta er náttúrulega líka komin á eitthvað sem að þegar maður hugsar ef maður leifir sér að hugsa því við erum oft verið að gagnrýna stjórnmálamenn, ef maður leifir sér að fara hinum ef við borðum og hugsa það er svo ofboðslega erfitt þegar þú ætlar að fara að vera með einhverja svona aðgerðir sem þurfa að vera rosalega almennar. Það er svo erfitt að þær virki einhvern veginn vel fyrir alla. Það er bara ofboðslega flókið að gera þetta rétt. Ef þú ætlar að gera eitthvað sem virkar að meðaltali rétt þá virkar það ofsalega vel fyrir einhvern og mjög illa fyrir einhvern. Það er nefnilega svoleiðis. Það er nefnilega nákvæmlega svoleiðis. En viðskiptaráð, þú ert framkvæmdastjóri viðskiptaráðs. Hvað gerir viðskiptaráð? Viðskiptaráð eru samtök alls konar fyrirtækja í landinu. Þetta er bara frjáls félagasamtök sem að hefur þá trú að viðskiptafrelsi sé það sem að skilar okkur betra samfélagi og betri lífskjörum. Og það er svona megin inntakið í svona þessum gildum okkar að frjálst og öflugt atvinnulíf sé gott fyrir alla. Og við vinnum fyrir aðildarfélaga okkar og svo erum við líka bara svona að vekja athygli á málefnum fyrirtækja og hagsmunamálum atvinnulífsins í svona opinberu umræðu og þessi verkefni eru mjög margvísleg og ég held að ég get alveg sagt að ég hafi kannski ekki alveg vitað öll þau verkefni sem ég myndi fá í fangi þegar ég færi þetta starf, sem er bara skemmtilegt. Sem er svolítið eins og þegar ég fór í þá vinnu sem ég var í áður, þegar ég var aðstofamaður ráðherra, maður hefði aldrei geta gert sér það í hugarlund hvað maður er að vinna við, því að starfslýsingin, hún getur ekki orðið mjög nákvæm.
Nei, mitt, maður það eiginlega inn í stjórnkerfinu það ekki svolítið rétt hjá mér að það hérna það fjölmiðlafulltrúi, það ritar en aðstoðamaðurinn svolítið svona hann eins og svona, ég veit það ekki að vera hugsa fótboltaliða þá hann svíperinn, hann einhvern veginn svona, hann í öllum stöðunum, sko. Já, það er ákveðslýsing, já, það svolítið svoleiðis. Það bara, maður gerir bara það sem þarf að gera á hverjum tíma og svo þetta hefur fólk mismunandi styrkleika, þannig að það er líka þannig að fólk nýtist mismunandi eftir í hvaða bakgrunna það hefur og svona, veist, fyrir hverju það hefur mestan áhuga og hérna, ég held að það sé bara ágætt og þess vegna líka finnst mér fínt að það sé ekki bara einn aðstofamaður eins og var áður fyrir hvert ráðherra. Hvað finnst þér þá umræða? Það er svolítið oft einhvern veginn þegar það verið að ráða umræðan alltaf að sé verið að ráða marga. Já. Og þetta sé mikið og eitthvað svona, en síðan fyrir mér að hugsa mitt maður hugsa að vera ráðherra og maður fær innsýn inn í hvað ráðherra að gera og það virkar bara þannig að þessi manneskja þarf að vera með fólk með sér, sko. Já, pólitísk starfsleið á Íslandi miklu minna heldur en í flestum þeirra ríkjum sem við berum okkur saman við. Já, það svoleiðis. Já, það eins og þegar við Bjarni komum inn í fjármálaráðuneytið 2013, þá vorum við 2 og ég var meira að minna ein með honum þangað til hausti 14 og þá vorum við 2 á móti svona 80-90 starfsmönnum og þá meini ég ekki á móti heldur með en samt sem að bara í samanburði af því að það starfsliðið í fjármálaráðuneytinu og það segir sér sjálft að í svona pólitíska starfsliðinu það vegur ekki mjög þungt á móti öllum hinnum. Nei, þá er það að tala pólitíska starfslið á móti stjórnsýslu. Já, sem sagt bara þeir sem í föstu starfi í ráðuneytinu á móti þessum 2 sem að bara koma og fara með kosningum. Einmitt. Þetta fluttöldin. Það er svona 1 á móti 40 cirka. Hvernig það líka? Ég oft hugsað fólki sem inn í kerfinu og það ráðherrar koma og fara og það kemur fólk með þeim. Hvernig það að koma inn í svona ráðuneyti og einhvern veginn svolítið öðruvís einhvern veginn heldur en að vera forstjóri við fyrirtæki eða eitthvað því mjög oft það er kannski ráðherran sem var áður var með allt aðra stefnu eða stóð allt annars staðar í pólitík eða eitthvað. Hvernig bæði að vera í því hlutverki að koma svona inn í ráðuneyti og vera allt í hennu með fólk undir sig sem var kannski ráðið af bara einhverjum allt öðrum og með einhverja allt aðra stefnu og síðan hvaða feeling færðu fyrir fólkinu hér enn eitt ráðherra mættur og bara, ok, ég geri hérna mitt hérna og svo verður kannski með svona stundum hugsaður í stjórnkerfinu kannski eitthvað mjög flott fólk sem búið að vera að vinna einhver og svo því bara hendir ruslatunum eða kemur einhver stjórnmálamaður sem með nýja skoðun. Er þetta kannski að breytast eitthvað? Nei, ég veit það ekki, sko. Það náttúrulega hefur verið talsverður stöðuleiki í fjármálaráðuneytinu síðan 2013. Það kom hann að tæpt ár þar sem var annar fjármálaráðherra en annars hefur verið sami fjármálaráðherra þannig að það ráðuneyti hefur nú svona dálítið já, eins og þetta orð stöðuleiki sem að sá fjármálaráðherra notar mikið hann hefur ríkt þarna en ég verð bara að segja svo ég dáist mjög mikið að fólki í stjórnsýslunni sem að vinnur við þessar aðstæður að það getur einmitt verið á kafi einhverju verkefni, svo kemur eitthvað upp á í pólitíkinni og allt einu eru bara snembúnar kosningar og mögulega fer verkefnið einmitt bara í tætaran. Ég hugsaði svo mikið þegar að vera að ræða sem mest Evrópusambandið. þá er ekki bara haugur af fólki hérna sem var bara í rosa langan tíma að vinna einhverju mögulegri Evrópusambandsaðild og svo bara, var allt í ruslið, við hættum þetta. Já, það voru líka verkefni sem voru mögulega háði að sko við værum bara í viðræðinum, ekki endilega aðildinni heldur viðræðum og svona sem að duttu upp fyrir sko þegar því var hætt, veist. En svona bara lífið. En ég hef aldrei alveg skilið sko einmitt umræðan eitt þú veist að því það einmitt bara talandi fjármál ríkisins að upphæðirnar sem að fara í bara heilbrigðiskerfið og félagslega kerfið eru náttúrulega stjarnfræðilegar. Ég hef aldrei skilið þess að umræða að fólki finnist sko ráðherrar vera með of há laun eða þessu allt og margir aðstoðamenn eitthvað svona, vilt ekki að þessi hæft fólki í þessum störfum, en að mér finnst það eitthvað eins og sjálfgefið að þegar maður fær smá innsýn inn í það hvað það að vera ráðherra, það bara svona, ertu alveg vissum að þú myndi vilja vera í þessu jobbi fyrir þennan pening, sko. Veist, þetta stjarnfræðilegt álag, sko. Já, þetta mikil vinna. Og bara ágangur eiginlega nánast 24/7, sko. Já, það alveg þannig. Þetta mikil vinna og hún krefst mikils af fólki og hún krefst mikils af líka fólkin í kringum það. Og þetta sko það sem að þú sér til dæmis í fjölmiðlum sem að ráðherrar að gera,
þeir eru venjulega þingmenn líka og sem þýðir það að þú veist, þeir þurfa að sinna þingstörfum og sinna ráðuneytinu sínu og svo eru þeir með einhverja skyldur gagnvart flokknum sem þeir eru í að vinna fyrir, að auki, eru kjörnir fyrir og bara öllum almenningi. Ætti að sleppa þeim við þingstörf? Sko, eins og til í Bandaríkjunum, þá ertu mjög oft með utanþingsráðherra. Það er bara, forsetinn bara velur eitthvað fólk sem að hann vil setja láta hafa ráðherradóm og auðvitað hefur það verið gert núna. Ég meina, umhverfisráðherra til dæmis, hann er utan þings og Ólöf Nordal var utan þings þegar hún kom aftur inn og þetta var gert líka í vinstristjórninni 2009 til 13 og þau tóku henni utan þingsráðherra í einhver tíma og ég held að það sé ágætt, þetta er alveg örugglega ágætt í bland. Akkurat. Að vera með fólk sem að hefur sko umboð sem þú ert með er pínlítið öðruvísi þegar þú ert kjörinn fulltrúi og kannski virkar aðeins öðruvísi til dæmis inn í þingflokkunum af því að við erum bara, þú veist, Íslandi er lýðveldi með þingbundinni stjórn, þú veist, það er hérna, þingræði skiptir rosalega miklu máli og þannig að ég held að það sé mjög gott að vera með einhverjum svona blöndu í þessu og þannig að það sé bara þykja eðlilegt ef þú ert með einhvern sem að til dæmis væri frábær í eitthvað ákveðu verkefni, eitthvað ákveðu ráðuneyti í einhver tíma að geta tekið hann inn. Og eins það finnst mér að það væri líka allt í lagi að vera aðeins flippari í ráðuneytaskipan, að þannig að það mætti til dæmis búa til ráðuneyti utan einhver ákveðin stefnumál hjá ríkisstjórnum. Það ætti ekki vera stórkostlegt mál að kljúfa ráðuneyti upp og taka verkefni út úr þeim og leggja meiri áherslu á þeim einhvern stuttum tíma og leggja þessu bara af. Af því að það er eitthvað sem að ríki má líka vera duglegra við. Það er strax að hugsa eitthvað viðtal sem ég sá, held að það verið í Good Morning Britain eitthvað sem að var titlaði vaksínminister. Já, einmitt. Ég meina það er bara mjög mikilvægt málefni sem að tekur rosalega mikinn tíma og það er sem að sér heilbrigðisráðuneyti núna. Það er bara, það er venjulega nóg að gera í heilbrigðisráðuneytinu. Hvernig heldur að ástandi sé í því í heimsfaraldri? Já, það er góða punktur, vá. Og ég veit ekki, ég held að hafi ekki verið mjög mörgum störfum bætt við, hvorki hjá landlækni nýja hjá heilbrigðisráðuneytinu í þessu ástandi. Nei, góða punktur. Ég hef ekki pælt í þessum, bara allt hitt í heilbrigðisráðuneytinu. Já, ég meina, það er alltaf nóga verkefni þar. Og þú veist, þetta er eins og til dæmis þegar ég kom inn í fjármálaráðuneyti 2013 og þá var það ráðuneyti búið að vera bara að... Heyrðu, ég verð nú að... Hver er að hringja? Hver er að hringja? Já, þú mátt taka þetta. Ég var að setja pásu. Nei, ég ætla ekki að taka þetta, en hérna, það var ráðherra að hringja í mig og meðan við tala saman. Þetta er, hérna... Stórkostlegt. Stórkostlegt. Já. Og svo er... Ég verða þetta. Ok, frábært. Það er alltaf að gerast í símanum, hérna. Hvaða rugl er þetta? Já, ég get bara sagt þér að það er bara... Já, það er ekkert að gerast hjá mér. Meiri steipan. Eða svona þannig. En sko, já, en ég held til dæmis að þetta væri, ef við höldum áfram að tala um ríkið, að þá mætti ríkið einmitt vera duglegra við það, að fara í tímabundin verkefni sem að skipta máli á einhverjum ákveðnum tímapunkti og svo hætta þeim, eða fela einhverjum öðrum. Akkurat. Í staðan fyrir að það sé bara nánast eins og fasti að ef ríkið byrjar einhverju þá getur það ekki hætt. Einmitt. Og hérna, þetta á ekki vera svona svo auglýsingum, einu sem smakka getur ekki hætt. Það er góð punktur. En hérna, ég var alveg mjög gjarna til í að sjá næstu ríkisstjórn til dæmis bara hugsa hlutina þannig að ég held að ástandið núna eftir þennan heimsfaraldur muni mögulega kalla á svolítið önnur vinnubrögð og annan hugsunarhátt og að það við séum hlaupum hratt og við séum tilbúin að taka inn fólk, að það verður til þess mjög gott að fá fólk úr atvinnulífinu til þess að leggja hönd á plóg þegar þú ætlar að fara að byggja upp aftur eftir þessa kreppu og hérna og það er ekkert víst að það fólk langi endilega til þess að fara á kafi í pólitík þó þessi tilbúið að aðstofa við uppbyggingu akkurat. Í einhvern ákveðin tíma og þá átti ekki endilega vera búin að fara í gegnum sko þau svipugöng sem pólitíkin er. Langar það eftir aftur í fjölmiðluna? Sko ég náttúrulega sótti að vera útvarpsstjóri sem var svo sem ekki að fara í fjölmiðla. Nei, en þá var ég myndi að bæla greinilegt að þú hefur ennþá áhuga á fjölmiðlum. Sko, þetta er náttúrulega bara einhver baktería, skilur, bara eiliða baktería, þetta er bara eins og að fá frunsu, þú lostar ekkert við þetta. En hérna... Eins og frunsu? Já, þú veist þessi herpesvírus, hann lifir alltaf. Góð samlíking. Nei, sko, já... Það er náttúrulega kannski smá í gegnum manniðin.
það sem hefur gert þetta bærilegra akkurat það að Logi hefur þetta verið í þessari vinnu alla sína hunds- og kattatíð og ennþá búið til sjónvarpsþætti og vinnur í útvarpi og eitthvað. Ég hef þá trú að ég hafi komið honum í útvarp. Af því ég var alltaf að tala það hvað útvarp var í frábær miðill og þetta var svona ákveðin tókstreita á heimilinu það, sko, þú veist, hvort útvarp eða sjónvarp er betra. Svo eru þetta bæði betra. Hann var alveg harður á því að vera í sjónvarpi. Honum fannst bara sjónvarpi geggjað. Sem honum finnst það ennþá. En svo einhvern veginn er búin að átta sig á hverju töfrar útvarpsins eru. Sem svona ákveðin nándur hlustendur og þessi viðbragðsflýtir og svona, þú veist, manni leyfist ofta að vera óformlegri. Já. Það svona útvarpið fyrirgefur manni meira. Það er svoleiðis. Og til dæmis, ég held í alvörun að ég hefði aldrei komist í gegnum það að vera sko með morgun sjónvarp en mér fannst meira átt að vera með morgun útvarp. Þar gæti maður bara mætt á náttfötunum skilur og sagt öllum að maður væri uppstrílaður. Akkurat. Það var bara allt í lagi. Það er þetta einhvern veginn, þú veist, og það er þetta einhvern veginn eins og núna, þetta format sem við erum í núna, þetta er svona sambland af sjónvarp og útvarpi. Ég sé ekki á öllum, en hjá mér allavega það eru myndavélarina, en þá maður mitt svona, bara eins og þagnir og svona, þetta allt einhvern veginn svolítið þægilega úr í útvarpi. Útvarp þolir alls konar hlutir sem sjónvarp þolir ekki, sko. Já, það gerir það. Þú veist, að því þú ert einhvern veginn að það engin vél á okkur, engin að horfa á okkur, þannig að þú veist, þá einhvern veginn, það verður alveg einu lefeli afslappara. Já, takk fyrir að minna mig á það séu myndavélarina. Útvöðning. Já, en en þegar náttúrulega kosturinn sá líka að þegar maður venst þessu, þú veist, maður venst mikrofónunum og maður venst myndavélunum öllu, þá gleyma maður þessu. Þú veist, þetta verður bara venjulegt vinnuumhverfi. Ég að hugsa að það inn á YouTube, það náttúrulega, það hláturskast með loga, en það held ég eitt hláturskast líka hjá okkur úr Íslandi í dag. Já, samstarfsmenn mínir fundu það daginn, fannst það rosa sniðugt. Og það sem ég hugsaði þá þegar ég sá það í fyrsta skipti mörg árum daginn og við vorum orðið mjög afslöpuð. Já. Og það sé maður, þetta sem þú ert að segja núna, þetta bara venjulegt vinnuumhverfi, maður einhvern veginn fullt af fólki að horfa úr í einhverju beinni, þetta samt bara eitthvað, þetta bara einhvern veginn. Já, og maður man það ekkert, þú veist, maður hugsar ekki það þannig. Nei. Maður svo mikið að tala við viðmælandan eða eitthvað, auðvitað koma moment í sjónvarpi þar sem þú ert bara beint að tala við áhorfendur, þú tala bara í kameru, en svo þess á milli, þá ertu bara að tala, þetta bara eins og þegar maður var að preppa fólk fyrir viðtöl og var einhver svona pínu stressaður og þá var maður alltaf bara ekki hugsa neitt annað, talaði bara mig. Akkurat. Af því það það sem maður að gera. Þetta bara eins og fara og setjast inn í stofu hjá einhverjum og ég ætla samt að vona að setja með betri stóla heima þar. Hvað, má ég ekki segja þetta? Þetta ekki alveg nógu góðir stólar. Þetta bara, maður situr bara í einhverju kengjan. Það er fínt að þú segir þetta fyrir mína hönd, sko, því að ég þarf eiginlega, ég með svo mikið brest, sko, að ég hugsa, þetta ekki alveg nógu góðir stólar, svo man ég það næst eftir 40 þætti. Þannig að þegar þú segir þetta núna, þetta alveg rétt, það svona, það fer ekki alveg nú vel hann, sko. Ég man eftir, það var alltaf verið einhvern veginn að gera einhverju svona tilraunir með sófasett og stóla og eitthvað, þú veist, í þættinum hjá okkur. Svo fenguðu einhvern svona hvítan leðursófa sem lúkkaði alveg rosalega vel, þannig að maður settist í hann. Og þessi sem var svona grunnur einhvern veginn og... Nei, þessi var einmitt frekar djúpur og eitthvað furðulegur og maður þurfti sérst að vera með auka púða í bakinu og eitthvað rosa vesen til þess að maður leti ekki bara út í svo kartöflupóki og svo einhvern tíma þá var hann Svavar sem vorum að vinna með Svavar hennar Þóru Arnórs Svavar Halldórs hann kemur eitthvað að leysa af í Ísland í dag tekur einhverja útsendingum með okkur og við erum bygglega nýbúin að fá hann að sófa ég var pottitt ólétt á þessum tíma og svona fyrst eitthvað að sitja þægilega og svona og svo komum við okkur fyrir í þessum sófa og við sitjum bara eitthvað svona og svo fæ ég bara sent eftir þáttin bara alveg, veist, af hverju eru Yoko Ono og John Lennon með hennar þátt, af því þá var þetta bara eins og mannst eftir hótelatriðinu þar sem eru upp í rúmi þú veist, þá lágu við bara þarna bara makendalega í svona sófa eins og, sko, þetta var hræðilegt en þetta var einmitt, já, góður útútur en þessi stólar, sko, þú veist, ég sit bara hérna ég nánast með hnén í eyrunum. Ég held að þeir sem er að vinna hérna, þáttin með mér, þeir eru með einhvern fetið fyrir þessum stólum. Ég er alveg búin að vera að segja svona, þessi stólar er orðin svolítið signatúr og eitthvað svona dót. Og ég var einmitt þarna eitthvað tekin á beini, stóð með allt í náði, ég held að vera með erpið, þannig að eitthvað sem erpur gerir einhvern veginn. Þá var ég farin að vera bara hér allan þáttinn, sko. Já, en býtu, heyrðu, svo daginn ástu með einhvern mann sem satt bara í þessum og ég ætlaði að vona að hafi sko sóttrinsaði hann að stól, af því að hann var berfættur í þessum stól með lappirnar upp í honum. Já. Hvað er að frétta? Þetta Brynjar Karl.
Það var hann? Ég segi honum ekki hvað hann gerir það sem hann vil. Það alls konar, það Klara í En þú varst líka berfættur? Já, hann kom inn að, það var einmitt, það var hann sem byrjaði, sko. Ég sagði, ok, hann verður berfættur, allir ég verður berfættur og bara hafa þetta nógu mikið einhvern veginn. Já. Það er svona tilraunamennska í gangi. Einmitt, ok. Mér finnst það skemmtilegt, sko. Þetta þegar að Logi, maðurinn, kom inn til mín, þá var bara, hann var í þætti nr. 3 eftir Kára og Katrínu. Það segir náttúrulega allt stöðu hans í samfélaginu. Já, svolítið. En þá, gaman að tala um þetta núna, því þá var ég ennþá að átta mér svo mikið á þessu formati, sko. Í fyrstu þáttunum, sko. Svo maður núna, því við erum að tala um fjölmiðlun og fjölmiðla og mér líður svolítið eins og þetta sé svona sambland af útvarp og sjónvarpi. Já. Það að segja að ég finn, og mér finnst viðmælandinni mínir ekki finna jafn mikið fyrir að þeir séu sjónvarpi eins og þegar maður er með öll ljósin og allt ótið, en það er samt aðeins meiri meðvutund heldur en að þú væri bara í hljóði, sko. Já. Það er alveg örugglega rétt, svona almennt. En ég myndi allan tíman, ég veit ekki með sjónvarp og útvarp, en ég myndi allan tíman vera, ég tók mitt þegar ég var með Mikael Torfason hann er svo mikill maður hins ritaða máls. Jú. Ég er allavega ljósvaka maður. Ég ætla ekki að fara að segja að útvarp eða sjónvarp sé fyrir ofan. Nei. En mér finnst ljósvækin vera einhvern veginn á einhvern nátt svo öflugur, sko. Mér finnst rosa gaman að skrifa. Mér finnst það frábært. Það er rosalega gaman að skrifa, en þá er ég að meina að koma upplýsingum til fólks. Það er svo áhrifa meira ef þú heyrir rödd og sérð andlit, sko, heldur en að þú ert að lesa viðtal. Já, getur verið samt, sko, vel skrifuð viðtöl eru bara, þau eru gulls ígildi. Það er reyndar rétt. Mér finnst, sko, gott innblaðsefni vera frábært. Og ég stundum, sko, ég venjulega byrja til dæmis á að lesa mokkan áður ég fer fram úr rúmunu, ég les hann ekki, sko, þú veist, á pappír, venjulega. Ég les hann bara, ég er með app í símanum og les hann þar. Ok. Og þetta er það sem ég finnst alltaf gott að gera á morgnanum helgar á hann ég fer fram úr á laugardagsmótnum. Það er bara mitt að fara og lesa einhver frábær viðtöl, sko. Það er svona gæðastund, sko. Lestu þið í símanum? Já. Ég lesi eiginlega allt í símanum, sko. Já, ég nefnilega er einhvern veginn, mér finnst alltaf þægilega að vera með, hvort sem það er bók eða blað, að vera með þetta á áþreifanlegu einhvern veginn. Það er alltaf betra en vera með á skjá. Ef ég þarf að muna hluti, þá finnst mér betra að lesa á pappír. En svona afþreying og svona, lesi ég mjög mikið bara til þess að ég á Kindle og er búin að eiga í meir en 10 ár. Og ég les mjög mikið í honum. Já, Kindle er góður, því það er einhvern veginn svona skjárinn svo mattur. Já, en til þess að muna hluti, þannig svo ef maður er með eitthvað, sko, það er miklu betra að muna ef þú hefur flett, þú veist, ef þú manst, þú talast maður að þetta var aftarlega í bókinni eða framarlega, þetta var hér á síðun eitthvað, þannig að það er svona auðveldar manni að muna, að vera bara með hlutin á pappír. En sko... Svo langt síðan ég notaði Kindle, sko, er ekkert búið að bæta tæknina þó í því að þú getur einhvern veginn flippað fram og tilbaka og eitthvað svona? Jú, það er allt hægt, sko. Þú getur stilt þetta á hvort þetta nota blaðsíðutali eða prósentabókin eða tíma eða eitthvað, sko. Þú veist, það er margt mjög sniðugt í þessu, en svo er þetta bara einhvern veginn, stundum er bara hið prentaða orð á pappír, það sem maður þarf. En ég... Já, þetta er bara ólíkt. Já, en þetta er náttúrulega frábært að því leiti að því að svo er sko komið ýmis konar upp, þú veist, maður er með Storytel sem er með þessar íslensku bækur sem maður getur hlustað á og ég hef líka notað Audible til þess að hlusta á enskar bækur eða erlenda bækur og svo les ég mitt mikið í Kindlinum, þannig að maður einhvern veginn hefur, þetta er svo ótrúlegt úrval, miklu meira heldur en þegar ég stóð fyrir framan bókahillin hjá mamma og pappa og las bara Ken Follett eða eitthvað, það var þarna. Ken Follett? Ég náttúrulega las allt, sko, sem var þarna, af því að þetta var bara frambúðið, sem er ágætt, af því að stundum les maður ekki neitt af því að frambúðið er svo mikið að maður getur ekki valið. Hvernig er tíminn hjá þér? Ertu með smá tími upp á þetta? Já, ég er góð. Ekki? Ég er góð. Ætlaði að taka smá pissupásu? Já. Herru, störtum matur. Alrighty. Það er kannski að hafa bollan á borðinu og tegja mig eftir honum, þannig að þetta verður ekki áberandi mynd. Já. Það því hann var þar. Þetta sé áberandi mynd. Já. Það var frjálslegt. Já, það er rétt. Það er það sem við erum að vinna með hérna. Það sem við erum að vinna með hér. Ég er nefnilega man eftir í lokinu í Íslandi í dag, þegar við vorum að vinna saman, þá var þetta orðið mjög frjálslegt. Já, flippað og frjálslegt. Flippað og frjálslegt, sem var gaman, sko. Og ég held að það sé mitt eitt af því sem að Logi gerir vel sem sjónvarpsmaður, er einmitt að kunna hafa þetta frjálslegt. Og ef að kom einhver svona mistök, að þá bara eru mistökin fyrir allra augum og það er ekkert panik
sko. Sko það nefnilega eitt af því mikilvægasta sem maður lærir á lífsleiðinni, það það að það í lagi að gera mistök. Algjörlega. Mér finnst einmitt, sko, þegar maður mjög mikið í beinni útsendingu, maður kemst bara ekkert í gegnum það á þess að gera einhverju vitleysu, segja eitthvað vitlaust eða skilur þú veist, potta penna í auga á sér eða guma við potta penna í auga á sér sko, þetta verður alltaf miklu verra þegar maður fer að ofhugsa mistökin sjálfur sko. Já, ég meina, þú veist, það skiptir bara einhver máli þetta þú veist, það ekkert hægt að komast í gegnum lífið þá að einhvern tíðan verði eitthvað á ég meina, ég stundur svo utan af mig að, þú veist, ég hef oftar en einu sinni og oftar en tvisvar og eiginlega allt og oft hellt niður á mig að því ég held á bollanum og kíkja á klukkuna Veitu, hvernig virkar það? Nú, þú bara kíkir á klukkuna, það hellir yfir í leiðina þú manst ekki og heldur á bollanum en ert að kíkja á klukkuna Erum við komin aðeins í athyglisbrestinu? Ég veit það ekki ég sko Þú verður stundu sagt eitthvað skemmtilega sögur að þér í Já, eða logi Logi stundum eitthvað að segja Já, en ég segi þetta sko ég hef aldrei farið í greiningu Veist, mér finnst að það til dæmis eigi bara að vera greiningi sjálfur sér að ég klára ekki það verkefni Já, þú meinar Þegar ég var Hefur þið byrjað á því það? Já, sko, ég hafði aldrei spáð í þetta í raun og veru að þetta sko, það að ég gæti verið með einhvern athyglisbrest eða eitthvað, gæti verið eitthvað mál, af því að þú veist, maður bara eins og maður og einhvern veginn, maður sjálfur verður þó bara normið og svo fór ég með barn í greiningu og var látin fá einhver próf og þá veist, á þetta við og þetta og svona óvirkni og athyglisbrest próf og ég var bara svona, já, býtu, ég kannast þetta og þetta og já, jú, ég gerði mitt þetta og þú veist, og ég var bara svona, ok, þetta athyglisvert fór eitthvað svona að spá í þetta og komst það þeirri niðurstuð að mögulega væri ég ekki bara svona rosalega uttaðið mig, alltaf verið svona sko, þú veist, það svona hluti sem ég man frá því að batta sem að, þú veist, mamma hringdi og baði mig að taka eitthvað á fristi og ég sagði já og svo laði ég síman á og fór bara að gera eitthvað annað og svo kom mamma heim og þú veist, þá var bara kjötið jafn frið og hafði verið þegar hún hringdi mig daginn, sko. Ég þekki þetta svona every day hjá mér. Já. Eitthvað svona dótt. Og veist, og þetta, það var bara ekki til neitt nafn á þetta. Svo ég sérst búin að vera á leiðinni að fá ykkur til þess að bara greina þetta almennilega, ekki það að ég held ég sé komið langt með það sjálf, með það að ég á svona börn og eitthvað og sé bara þessi einkenni ég þekki mjög vel frá því ég var krakki til dæmis að sko ég braut alltaf allt upp í svona bil, veist, það var alltaf að ég ger kaflaskipti öllu sem ég gerði það var svo að ég þurfti að eins og heimavinnan, veist, hún var alltaf þannig að veist, ég þurfti kannski að reikna 15 dæmi eða eitthvað og þá bara reiknaði ég 5 dæmi og mér var stróðslega gaman að lesa þannig í verðlaun las ég í 5 blaðsur þegar ég var búin að lesa 5 dæmi og svo tók ég aftur 5 dæmi og svo aftur 5 blaðsur og ég bara, svona komst ég í gegnum nám, sko. Og, veist, mér gekk alveg vel í skóla og allt það, en það var talsverður háað í mér og ég fekk alltaf sömu umsögnar að Svanhildur hvatvís og talar mikið. Og Það klassíst einkenni. En þetta ekki svolítið, ef þetta háir mann ekki brjálæðislega mikið og ef þetta íþingi mann ekki, þá kannski þarf maður ekkert að fara í greiningu, sko? Nei, en það koma svona, sko, þú veist, álagið stundum við það að halda sér á réttum kýli, maður verður svo þreyttur veist, það alveg það góða punktur og að ég, sko, venjulegir hlutir geta verið mjög þreytandi fyrir mann sem að, þú veist, þeir ættu kannski ekki að þurfa að vera af því að fólk sem til dæmis, þú veist, tekur lyfið eða svo eitthvað, upplifir það ofta að það heldur orkunni betur maður þarf að búa til svona fólk sem með þessar tilhneigingar og ekki meðferð þá þarf kannski að búa til ofurskipulag og einfaldur hlutir eru flóknar en fyrir marga aðra, sko. Já, ég, veist, hjá mér það bara þannig að ég verð að setja lyklann á sama stað og ég þarf að hafa ákveð skipulag á töskunum minni. Veist, ég skipti öllu niður í, sko, þú veist, ég get ekki verið með allt bara einhverstaðar í töskunni, það þarf að vera, þú veist, í mismunandi hólfum og mismunandi veskjum og Tókst þér að pakka og varst að fara út á land? Þú varst með ágjur að þú myndi gleyma fullt af hlutum? Já, en ég líka, svo vinn ég með lista, þannig ég á bara lista sem nauðsynjar, sem ég má ekki gleyma. Þannig að þú veist, á listanum eru í alvörunni nærbuxur og sokkar. Það svoleiðis? Já. Myndirðu gleyma þeim annars? Ég gæti alveg gert það. Já. Og þetta sko, þetta svo skrítið vegna þess að ég alla jafna, að því ég vinn svona mikið með lista, þá háir þetta mér ekkert rosalega mikið, þannig að ég alltaf að skrifa hjá mér og ég meiri segja, þú veist,
en þetta samt eins og að vera með bíflugur í hausnum. Því að þú þarft einhvern veginn að geta pikkað, þú veist, bara fyrir suðinu að geta náðað að sko einbetera því sem þú ert að gera og ert að tala og þegar ég næði þá get ég alveg verið með ofureinbetingu sem bara þannig að ég get kannski verið í sama verkefninu marga klukkutíma og svo taka eftir því en þess á milli þá getur þetta verið ákveðin brekka Upplifur eins og ég alltaf þegar ég ferðast til útlanda þá líður mér eiginlega bara alveg þangað til ég komin upp á Keflavíkurflugvöll þá er ég með svona rosa óljósa tilfinningum í sig að gleyma einhverju Er það ekki? Ég er alltaf þegar ég komin út í bíl áður en ég fer af stað, þá byrja ég á því að fara í gegnum, sko, er ég með vegabréf er ég með, greiðslukortin, er ég með síman ef ég er með þetta, þá veit ég nokkurn veginn, sko, að redda mér þetta er, sko, maður hættur að gleyma farmiðanum vegna þess að þeir eru í símanum og svona Basicið er í lagi Já, einmitt, af því ég veit að ég get bjarga restinni, en ég er samt mjög, sko, ég er í alvörinu þannig að ég á bara sérstakt snyrtiveski sem er með hlutunum sem ég þarf að hafa sem ég tek ekki upp úr á milli ferða þeir eru bara nóni til þess að ég sé ekki alltaf að gleyma einhverju af því að það er svo líka bara pirrar að mann af því að mann finnst maður svo mikið söður en það er bara ég er sérst með svona unit heima með þar sem að hver sko, skúfa fyrir sig er bara svona partur af skipulaginu fyrir ferðalag þú veist það eru svona litli pokar til að setja hluti í, það er snúruskúffan, þú veist, það sem eru snúrunda sem ég má alls ekki gleyma að taka með og svona millistykki til þess að nota í Ameríku eða einhverstað þar sem eru öðruvísi einstungur og bara, þú veist, allt þetta og þetta er alveg, ég ger alveg grein fyrir þetta er alveg, þetta hljómar eins og maður sé eitthvað. Ég held að tengja samt margir við það, sko. Já, ég held að geta alveg verið, þetta er ekkit óalgengt, sko, þú veist, ég meina, og ég held að fólk sé kannski eins og fólk sem eru á okkar aldri en til dæmis greiningar voru náttúrulega ekkert viðteknar þegar við vorum í skóla Sko það er alveg þannig að pabbi minn er svona, hann er búin að vinna mjög stóran hluta starfsæfinu sinni við að vera að greina athyglisbrest en að því ég er svo nálægt honum, þá gat hann ekki séð það sko. Þannig að það er ekki fyrir hann ég er hann fullorðin sem hann er bara svona já, Sölvi minn, þú tekkar í öll bóksin sko. Nei, og þá er einmitt þetta var líka bara einhvern veginn á þessum tíma var ekkert verið að greina sko. Þegar maður var í grunnskóla, það var ekkert enginn verið greindu með athyglisbrest í mínum bekk eða eitthvað svolítið sko. Nei, maður var bara að utáða sig og það var enginn greindu með lesblindu í mínum bekk en það var alveg klárt að þar voru einhverjir að glíma við það en svo, þetta eru svona mjög margt að það er bara þannig að þetta getur alveg fyndið og ég held að svona hlutir þeir hafa áhrif á karakterin hjá manni og maður verður kannski eins öðruvísi og þetta gefur manni örugglega eitthvað líka því að ég fæ stundum 100 hugmyndir í einu og svo bara þarf ég að vera með blokk við hliðina á mér svo ekki muni eitthvað af þeim að því annars mann ekki neitt og það er svo skrítið allir þekkja þessa tilfinningu skilur alltaf að fara að sækja eitthvað enda sem einhverju herbergi og muni ekki hvað eru að sækja þetta er bara allan daginn hjá mér standa fyrir frá ísskápinn og veit ekki hvað ég er að það og allt þetta og svo verður þetta náttúrulega líka í á netinu, þar er þetta þannig að maður er svona, ég er að fara að gera þetta og svo er ég búin að fara á 7 vefsíður og alveg rétt, það var þetta. Já, ég lendi mjög mikið í þessu. Logi segja mig, getur aðeins kíkt á þetta og ég tek síman, fæ skilabóð í einu, í leiðinni og þá er ég bara farin. Maður fer bara nýjasta áreitið, sko. Já, þessi símar gera manni ekki gott með þetta. Nei, og mjög mikið af þessu örugglega líka áunnið, sko. Ég var að hugsa, ég held að það sé góða punktur af því ég var að hugsa þetta daginn, þá sá ég svona bara heilan í mér eins og einhverju svona stöð sem er að taka við, þú veist, upplýsingum og stundum er þetta bara process overload, sko. Þetta er bara mikið. Já. Ég reyði ekki við þetta, sko. Nei, ég held að það sé svolítið þannig að það er bara of mikið álag á kerfinu hjá manni. En er það ekki því finnst rosa gott að fara út á landið, ekki? Það er eitt af því sem sveitin gerir fyrir mann. Hún svona dílótar aðeins álaginu. Já. Og á reitunum. Já, ég hef svona sagt að mér finnst eins og sko, maður lendi á svona einhverju réttri tíðni. Þetta er svona sem maður samstillist þegar maður fer út á land og ég sef rosalega vel og finnst einhvern veginn allt mjög fínt en það sem auðvitað skiptir máli er að mjög ofta er maður í fríi þegar maður fer út á land. Jú, vissulega. Þannig að álagið er öðruvísi en ég hef líka verið í vinnumferðum út á landi og fundist það alveg frábært. Já, það er hægara tempó. Já, það er bara einhvern veginn öðruvísi og í mörg ár þá til dæmis stundaði ég það að fara norður fyrir jól og gera jólainkaupin fyrir norðan. Já, Já, vegna þess að það var svo þægilegt. Maður þurfti ekkert að
eyða rosalega löngu tíma í umferð, ekkert stress, fljótur að komast á milli, bara nokkra mínútur á milli endabæjar eins og. Gerður þau þá bara sérferð norður til að kaupa fyrir jólum? Já, ég meina það er náttúrulega frábært, mamma og pabbi búa á Akureyri og svona hæg heimatökin, en þetta var bara eitthvað sem ég fannst alveg frábært, verslunarferð, norður, já, nákvæmlega. Er það ekki átt á Dalvík? Eða? Við vorum það, við eigum íbúð á Dalvík, eða eigum hús á Dalvík, og sem í útlegu og hefur verið í nokkuð mörg ár. En við tókum nokkur ár þannig að þangað til að ég varð aðstofamaður. Og eyddum öllum jólum og páskum og sumafríum og bara hvenær sem við gátum komist norður þá fórum við og krökkunum fannst það líka frábært. En maður þarf svolítið að réttlæta það fyrir sér að geta verið þar í lengri tíma heldur en kannski 2-3 daga í einu. Já, einmitt. Hafið þið verið að pæla í eitthvað tíðan, þú sagði mér að þið hafið verið svona einhver pæling hjá okkur eitthvað tíðan að flytja út? Sko, Logi er alltaf að tala um það, hann langi að flytja út. Og þá bendi ég honum á það að hann sem íslenskur fjölmiðlamaður af þessu litla málsvæði, það sé ekkert mjög mikil eftirspurn eftir fréttaþul til dæmis eða þáttarstjórnanda í útlöndum með íslenskar hreim. Já, jú, góða punktur. Svona að pæli því, sko, hvort það væri ekki alveg svona einn með smá íslenska hreim, er það ekki eitthvað? Já, getur við, kannski er þetta breytt, kannski væri þetta bara eitthvað. En ekki langar hann að flytja til Spánar og verða einn af þeim sem hann var að tala um í pislinu sínum? Hann væri alveg til í það. Er það? Já, við erum alveg þar að einhvern tíðan þegar við verðum gömul þá finnst okkur það bara frábær hugmynd. Já. Að vera bara, eins og mamma og pabbi gera, sko, þau fara, nema núna í COVID, þá fóruð ekki út fyrir eftir áramót. En þau fara út á haustinn og koma heim að voru. Já. Og það gerir hlutina bara svo þægilega einfalda og venjulega er fjölskyldan duglega að heimsækja þau út og svona. Við höfum eitt jólunum hjá þeim. Þannig að ef fólk er að pæli í einhverjum stöðum til að búa í útlöndum, þá er einhvern veginn auðveldast að búa þar sem er stutt og auðveld að fara, sko. Já, náttúrulega auðveldast eða líka einmitt innan Evrópusambandsins. Ég er að segja það, sko. Ég hef stundum upplifað þegar ég verið eitthvað á Bali, hvað verið gaman að búa hérna, einmitt. Það er ekkert hver sem er að fara að koma í heimsókn og það er mikið mál að fara þangað og þá enda maður alltaf á einhvern veginn að félagsneti manns er alltaf á Íslandi. Þannig að það er einhvern veginn góð tilhugsun að vera með 2 beis, sko. Já. Vera á Íslandi og... Já, ég skil mjög vel þá sem gera þetta. Og mér finnst það alltaf góð tilhugsun. Já, og það er ekki komin uppsöfnuð ferðaþörf við fólk núna? Það held ég að allan að Logi er að trillast. Já, það er bara, það má enginn tala um útlönd þá einhvern veginn er hann orðin ein eyru. Hann hitti einhvern mann í Sundi daginn og sá sko flugfreyja og hann var að fara bara í einhver svona sólarhringstúr, fljúga til Tenerife, gista þar í 1 nótt og fljúga tilbaka og Logi var einhvern veginn bara að tróða þessu með, hún fannst það bara frábær hugmynd. Já, einmitt. Þetta er bara þannig bara, en hann er satt ekki maður sem, hún finnst ekki gaman að sitja í flugvél og hún finnst sko flugvellir óþolandi og allt þetta, en hann er eiginlega til í að taka bara svona roundtrip á flugvél. Bara fyrir fílingin. Já, þetta er líka smá mannréttindi fyrir okkur, búum hérna að, þú veist, fá annarslagið, þó Ísland sé stórkostlegt, sko. Fá annarslagið hérna, skipta aðeins umhverfi. Já, það er bara gaman og gott og yfir veturinn þegar það er svona dimmt og kalt og eitthvað þó að þessi vetur hafa nú mjög mörgulegt verið frábær og léttur hérna sunnan hefur allan. Rosa. Maður eiginlega næstu því ennþá býðist þér að veturinn komi, sko. Já, nei. Alls ekki. Nei, ég er ekki að meina kannski þannig að maður sé að, þetta var illa orðað hjá mér. Ég er ekki að býða eftir hann komi, en mér finnst eins og hann hafa aldrei komið. Já. Það orðaði svolítið henni. Einmitt. Nei, ég hlakka til að geta farið eitthvað en ég samt líka svolítið hyssaði hversu næst þetta hefur í raun og verið að mjög mörguleiti. COVID-ið? Já, það er svona ýmislegt sem að, maður hefur auðvitað haft áhyggjur af og maður hefur haft áhyggjur af sko, fólki að missa vinnuna og fyrirtækjum sem get ekki einhvern veginn almennilega hreyft í þessu ástandi og sko, þessari heilsufarsvá og öllu því. En leið hefur þetta pínt mann til þess að hægja á og kannski skipuleggja tíma sín svona alltaf öðruvísi. Mér til dæmis bara eins og það að ég fann að standa aðeins meiri vörð frítíma minn. Einmitt. Maður áttaði sig á því að þegar maður var ekki alltaf með eitthvað prógram og það var ekki alltaf búið að ákveða eitthvað fyrir mann að það væri kannski bara mjög gott að vera ekki í neinu prógrami.
og fara bara inn í helgi þegar einhver spyr maður hvað ætlar að gera helgin og maður er bara, ekkert og það er frábært. Þegar maður er búin að spóla sig upp í svona hátt tempó að þá er einhvern veginn, og fólk finnur þetta oft þegar það fyrir frí, að þá eru fyrstu dagarnir dálítið óþægilegir, maður er bara einhvern veginn að ná sér niður og voru allir svolítið, eða svona flest allir svolítið bara keyrðir neyddir í að taka svona smá frákværstímabil og þá ferðu kannski bara að njóta þess að ég er búin að fara 2 ári í sóttkví og svo skrítið að þegar maður hugsar þegar líður á þá er ég bara, þegar líður á því meira maður bara, þessi sóttkví má alveg vera svolítið lengur. Á fyrsta degi er maður, þetta eru rosa margir dagar. Svo fara dagarnir að líða og þá er maður bara alltaf, ég get bara verið eitthvað 2-3 tíma, eitthvað að dunda mér eitthvað og gera eitthvað heima hjá mér og maður fyrir að njóta þess einhvern veginn að vera bara í róleitum. Sko. Já, ég hef reyndar ekki þurft að fara í sóttkví, þannig að ég svo sem veit það ekki, en ég get auðvitað verið viku heima á þess að hitta neitt, ná bara allar að nánustu fjölskyldu og finnst að oft vera svona ákveðin léttir að hafa það þannig og COVID hefur verið svolítið svoleiðist, það var ekki mikið heimsóknir, þú veist, maður var ekki að fara í heimsókn eða það var ekki prógram í gangi. Nákvæmlega. Og mér finnst það hafa gert okkur gott og það er gott fyrir fjölskylduna mörguleiti, maður hefur meiri tíma með krökkunum sínum og eyðir líka eða ver tímanum öðruvísi með þeim. Maður er bara þarna, sem er mjög fínt. Og ekki það að ég öfund ekki fólki sem býr í útlöndum og er búið að vera kannski lokað inni hjá sér með börnin í heimaskóla í uppmundir ár. Crazy, sko. Ég held að það væri álag sem maður væri ekki til í. Nei. En við höfum bara verið heppin að því að hafa einhvern veginn náða að sigla svolítið með skess og báru í þessu og ýmsum aðgerðum. Og það er svona kannski vonandi hefur maður tilengað sér svolítið annan hugsunarhátt og mögulega aðrar venjur á þessu ári. Hvaða bóluefni langaði að fá? Þú er búin að ákveða? Ég er bara alveg svona, komið bara með þessa sprautu, ég tekur hverju sem er. Og með Jóhannes Haugjarn og hann vildi bara fá þau öll, sko. Bara Sputnik og kínverska og... Já, ég þarf ekki öll, ég bara 1 er nóg. Og mér er alveg sama hvaða bóluefnið er. Ég er ekki með neina preferensa í þessu. Það er svona ákveðin ég hugsa að vera einmitt, það er svona, þetta er búið að svissa svolítið, þú veist, sumir sem voru mjög skeptískir að svona því lengri tími sem líður því meira verður þetta bara gef mér bara sér spraut og ég nennis ekki, sko. Nennis ekki. Já, ég meina, svo veit maður einhvern veginn ekkert, þú veist, skiptir máli hvort þetta er 85% eða 92% eða eitthvað og taka allir þessu eins, ég held ekki. Ég vona það allavega, við erum það litlu landi eins og Íslandi að ef að bóluefnin væri að gefa ykkur alveg hræðilegar aukaverkanir, þá myndum við heyra það frekar hratt. Já, það náttúrulega fréttist allt í hérna og líka hlutir sem gerast ekki. Já, einmitt, nákvæmlega, líka hlutir sem gerast ekki. Það er þetta góða punktur. Já, það eru þessi bóluefnisumræða fyrir nokkru vikum, hún var náttúrulega mjög hávær, svo bara tók fjallið jóðsótt og það fættist ekki einu sinni mús. Býttur þú að segja þetta aftur? Svo tók fjallið jóðsótt og það fættist ekki einu sinni mús? Já. Ég er að reyna að ná þessu. Já, það kemur. Ég er smá trega á að það kemur þegar ég hlusta á þáttin. Ég veit að það var eitthvað gott punchline í þessu. Já, það er það. En það er svo merkilegt. Þetta er stundum verið þetta, ég held að Ísland sé einmitt þannig að það er mjög erfitt að fela hluti. Ég held að samsæri séu svona djúp samsæri, þau er erfitt uppdráttar. Nei, já, einmitt. Og það er svona rauðveldara því að það var ein kona sem að vildi fara að tala við mig hefur eitthvað séð þessu umræðu sem að komin í Bandaríkinu og öll börnin sem hverfa. Nei. Það er eitt samsæri, sko. Það er eitthvað rosa mörg börn sem hverfa í Bandaríkjunum á hverju ári og mikið af ólöglegum innflytjendum og alls konar. Og svo var það orðið að því að í tengslum við Epstein, sko, að þá var allt Hollywood fólki orðið að barnanýðingum, sko. Þannig að hefur ekkert skoðað þetta. Þetta er alveg orðið þannig að Instagrami hjá, þú veist, Oprah og Ellen og það þurfti að loka fyrir kommentina því það var bara emojiðar af börnum og eitthvað svona dót, sko. Ég segi bara, voru þessar fréttir í efnas dálknum? Nei, en síðan er fólk sem er komið með þessa pælinga þetta sé í gangi líka á Ísland og þá er maður svona, nei, Ísland er það lítið að ef þetta væri í gangi þá væri maður búin að frétta það.
Já, þetta Þannig að svolítið svona ákveðin samsæri sem er kannski auðveldar að halda á lofti í stærri samfélögum. Já. Það er ekki hægt hér, sko. Nei, það er erfitt. Það er sem betur fyrir erfitt. Já, ég held að við séum frekar heppin með, það geta verið ýmsir ókostur við nánd, en ég held að þeir kostirnir séu miklu fleiri. Er það ekki? Jú, ég held að. Þetta er svona frekar lítið og gagnsætt samfélag. Já, nákvæmlega. Erum við ekki bara að vera góð? Ég held að. Er eitthvað fleira sem við ætlum að tala um? Hvað fleira sem við ætlum að tala um? Þú náttúrulega sendir mér sko skilaboð í morgun sem voru ansi mörg, en ég gæti ekki alveg með góða móti farið yfir það með þér hvort að við væri búið með þetta alls saman. Já, ég heldur sem mjög langt komið með þetta. Ég held það, ég ætla sko að því ég var að tala á hann um Síman sem er hérna, ætla að skoða það. Sko, við töluðum aðeins um sveitina, töluðum um hrunið, töluðum þeirra naglaspýtuna. Sem þú myndir þetta ekki hvað var. Sem ég myndi ekki hvað var, en þú var skoða að muna það. Svo töluðum aðeins um breytingar á fjölmiðlum og umræðinni. Gettu betur, ég ætla ekki að fara í þá umræðu. Nei. Mér datt einhvern veginn í huga að tengja það að þú hefur verið gettu betur og eitthvað sem var að gerast núna. Sleppum því. Og svo hérna, já, introvertin og íþróttanörd. Það er eitthvað þegar nú hafi verið íþróttanörd. Við erum aðeins búin að tala um að svona, með þetta með að þú vilja vera fílir þið vel heima höfður. Já, ég held að ég sé það sem er kallað ambivert eða svona introvert með lærða hegðun. Já, er það kallað ambivert? Ambivert er svona sá sem að getur mjög auðvitað verið einn, en getur líka verið extrovert, sko getur líka verið í svona extrovert umhverfi. Já, ég sé svolítið þannig líka. Já, ég hleð batterín með í einveru. Mér finnst, ég sæki orku í það að vera einn eða vera bara með mínum allra nánustu. Og þú veist, það er alveg til fólk sem að ég svona kalla það að ég get verið ein með því. Akkurat. Það eru svona ákveðna týpur sem eru bara í svo góðu syngi við mann að manni líður eins og, þú veist, maður sé bara með sjálfan sér. Já. Og Logi er svolítið þannig, ég get verið endalaust með Loga. Já. Og hérna, en svo hef ég líka bara, ég hef gaman að fólki. Ég hef gaman að því að hitta fólk og ég er svona á stundum pínu erfitt með mikið fjölmenni og það er líka hluti til vegna að sé svo brjálæðislega ómannglögg að ég er alltaf, þú veist, maður hittir margt fólk og þá verður þetta ruglingsleira og þú veist, ég lendi mjög oft í því að annarkvort að kynna mig of oft fyrir sama fólkinu eða kynna mig aldrei fyrir einhverjum af því ég held ég þekkjan. Já, ég tengi þetta. Og ég er svona með aldrinu þá bara einhvern veginn sættir maður sig við hluti frekar og ég veit bara ég er svona og ég er eiginlega ekkert að reyna að fela það. Stundum var maður svona áður eitthvað svona að fiska, þú veist, reyna að tók hvort að maður myndi ekki muna eða átt að sjá hverju þetta væri en veist, ég er bara hætti. Ég segi bara, veist það, ég bara get ekki þessu gert, þetta er bara mitt vandamál en ég bara átta mig ekki alveg á við hvernig ég er að tala. Það er langt best. Já, og því ég, veist, það hefur ekkert með það að gera hvort manneskan er í raun og veru eftirminnilega eða neitt. Nei. Þetta er bara eitthvað furðulegt ástand og ég veit að það eru margir sem eru ómannglöggir sem tengja mér mikið við þetta. Algjörlega. Og hérna, það er svona aðalega það við fjölmenni, veist, mikið áreiti sem að Mér líður eins og athyglisbresturinn minn þegar ég fyrir mikið fjölmenni, þá líður mér eins og, þú veist, ég er að tala við manneskjun, ég tek svo vel eftir þessum samræðum sem eru hér, ég tek líka svo vel eftir þessu, að þá fer fókusin minn verður... Hann fer algjörlega í rugl. Hann fer í rugl, sko. Já, ég þekki þetta. Þú veist að maður heyrir allt í kringu sig og maður þarf að einbeita sér svo mikið af því sem er að gerast fyrir fram að mann og að það verður bara mjög erfitt og stundu geta samræðu farið fyrir ofan garð og neðan hjá manni. Já. Maður myndi ekki geta, hérna, ef maður eru spurður út í samræðunar mínúti eftir að það er á átt sér stað, þá myndi maður ekki geta svara miklu. Nei, svo fer þetta líka bara eftir dagsformi, veist, hvernig manni líður. Stundum er maður bara þannig að maður vill bara vera heima hjá sér og ekki í djúpum samræðum við fólk og svona og það getur, og þetta með það að eiga erfitt með að einbeita sér og svona, það fer líka bara eftir svona, ég veit ekki, orkustöðinu og ýmsu. Algjörlega. Og ég veit ekki hvort þú þekkir það en ég hef alveg lent í því í viðtölum að mér er sko því ég var sjálf að taka viðtöl við fólk að detta bara út og fólk er bara að segja eitthvað og svo bara ég alltaf einhverju ó nei, þú veist, hvað var að gerast í þessu viðtali og þá verður maður einhvern veginn að reyna svona helst að feika sér tilbaka í því
En svo áttaði ég mig á því þegar ég hætti að taka viðtölu fólk og fór sjálf að fara í viðtölu, þetta gerist samt. Þannig ég kannski satt bara einhverstaðar í viðtali með einhverju hópa fólki og veist, stundum verið að fá einhverja 2-3 saman til að tala saman og svo bara einhver annar að tala eitthvað og ég kannski ekki svo mikið áhuga á því eða eitthvað, ég bara sónaði út og lendi í sömu vandræðunum og ég hef þurft að bara beðast afsökunar og veist, hafi ekki alveg tekið eftir. Og ég held að það sé í raun og veru það eiginlega það skásta sem maður getur gert og vona svo bara fólk takið því ekki illa upp. Nákvæmlega, sem að fólk ætti ekki að gera. Svo var annars sem ég var búin að skrifa hérna sem var sko 18, 19 og hérna dagsljós og kastljós og allt þetta sko. Ég mundi alltaf eftir því þegar sko rifja upp fjölmiðlana sko þetta hérna þegar það var 18 og 19. Hver heldur að hafi skilið það? Það bara einhverju fannst þetta rosa sniðugt í einhverju markastöld eða á dagskráni eða eitthvað, ég veit það ekki, að sko láta Ísland í dag byrja 18 og þá byrjuðu fréttirnar sko 1919. Var þetta ekki þarna tímabilið sem að þegar Ísland í dag byrjaði 18 sem að var eitthvað neður svona þessi fyrri hluta þættinum var svona bastardur sem var eitthvað neður að fylli og það var aldrei hægt að gera neitt almennilegt við það eitthvað neður svona lítill tími. Það var eiginlega bara svona við erum hér til þess að hita upp fyrir fréttirnar. Já, en þetta var samt eitthvað legacy-mál líka sko vegna þess að 1919, það voru fréttirnar á Stöð 2 þegar að fréttirnar á Ríkissjónvarpinu byrjuðu klukkan 8. Einmitt. Svo var því breytt og fréttirnar voru farið til 7 og þá færðist fréttir Stöð 2 til 18:30 en þá var samt að það voru að vinna með hennan 18 þessa 18 pælingu eða hvort það voru farið til 18 fyrst og síðan til 18:30 eitthvað því að sko ég held að en almenni áhorfandi sé ekkit alveg svona góður í því að átt að segja því hvenær allt byrjar. Þú veist, þetta þarf að vera tiltölulega einfalt og einhverju svona einingu sem fólk man. Já, en þetta rétt, þetta breytingi varð út af því að Stöð 2 vildi vera undan RÚV og þegar RÚV færði sér til 7 þá færði Stöð 2 sig til 18. Alveg rétt. Já, en það var ansi oft verið að hringla með hluti og ég man eftir allar bækur sem ég hef lesið fjölmiðla, allar bækur innihalda einhversta setninguna áhorfendur eða áheyrendur, hlustendur eru íhaldsamir. Þeir kunna ekki mikið að meta mikla breytingar. Það góð punktur. En það virðist ansi oft hafa verið fyrir borð borið í íslensku fjölmiðlum. Það alltaf verið að prófa eitthvað nýtt. Rosa mikið. Það eiginlega einn fjölmiðl fyrir utan kannski einhverju liti mókan en það Bylgjan. Það svolítið Ísland í bítið, Reykjavík síðdegis, Ívar Guðmunds. Það ekki mikið verið að hringla í þessu sko. Nei. Enda sýnist manni nú að Bylgjan hafi bara verið ein af þeim fjölmiðla einingum sem hafi gengið frekar vel á Íslandi. Þannig að það jafnvel bara til marks það hvað íhald sem getur virkað vel. Sko. Já, það hefur samt eitthvað aðeins breyst í hlustun á Bylgjunni núna síðastlið ár. Já. Hún hefur aðeins gefið eftir. Já. Hver sem ástæðan fyrir því. Það náttúrulega alls konar ástæður umhverju að breyta svo mikið. Ég held til dæmis það. Þessir upplýsingafundir hafi bara haft meira vægi í því að breyta einhverju hegðun fólks. Heldur en mjög margt annað. Ég meina, þú varst alltaf með upplýsingafundi klukkan 11 á mótnana og það einhvern veginn innbyggt held ég í fólk að stilla þá bara á Ríkisútvarpið. Þannig að Rás 2 eða ég held að þetta hafi verið að Rás 2, ég nú sjaldnast hlusta á þetta. Hafi notið góðs á því? Já, ég held það. Já, það enda góð pæling, sko. Bara einhvern veginn nærið að stilla fólk inn á þetta. Þennan hugsunátt, ég ætla að hlusta á upplýsingafundin, að tók hversu margir hefur smitast í dag eða hvað að gerast. Svo þetta líka náttúrulega bara einhvern veginn þessi pæling með útvarp í dag, svona línulegt útvarp og það svona einhvern veginn þegar komin upp svona stórhópur af fólki sem bara, ef ég hlusta á tónlist þá vel ég mína tónlist, ég þarf ekki að láta útvarpsmannin eða konun að velja tónlistina mína. Ef ég hlusta á talað mál þá bara fer ég og næja annarkvort í segment inn á RÚV eða Vísi eða hlusta á podcast eða eitthvað og þá svona einmitt. Línulega dagskráin líður kannski aðeins fyrir það sko. Já, hún gerir það örugglega. En maður sjálfur líður líka pínlítið fyrir það. Vegna sem maður á það til að festast í hellinum sínum. Með að hlusta bara á svipaða tónlist eins og maður finnur eitthvað gott lag og maður setur bara á eitthvað Spotify radio út frá þessu lagi og hlustar á 100 lög í röð sem eru bara mjög svipuð þessu. Í staðan fyrir einhvern veginn augra sér. Já, það er það sem að línulega dagskráin gerir svolítið, að hún augrar manni. Hún kemur með einhverja tónlist sem að maður hefði ekki valið sjálfur eða talar eitthvað sem maður vissi ekki að maður hefði áhuga á. Það frábær punktur, því að maður stundum farin að næstu á YouTube eða eitthvað, maður flettur upp einhverju bara til þess að fikta þessi algoritmunum sem maður sé ekki alltaf að fá það sama sko.
Einmitt. og það sem náttúrulega línulega dagskrá gerir er að hún er svolítið að velja fyrir þig eitthvað sem þú hefur kannski ekki valið sjálfur og maður kemst síðan kannski að því eftir og já, það var nú ágætt að ég horfði á þennan þátt eða Já. hlusta á þessa tónlist eða eitthvað sko. Já, mér finnst þetta frábært þegar ég er að keyra, hlusta bara á Rás 1 og aðtóka hvað hann er að bjóða mér. Meðan það er talamál, ég hef ekki mikið úttalt í langar sinfóníska dagskrá. Og þá eru podcasting góð, eða hljóðbækunar. Já, akkurat. En mér finnst bara tilhugsunum við það að vera, þú veist, keyra og hlusta á Unu Margréti, tala revíur eitthvað, mér finnst hún frábær. Já. Þú ert rúvari. Það er talsverður rúvari í mér að mjög mörguleiti. Ég viðurkenni það alveg. Ég myndi mjög gjarnan vilja að RÚV væri bara búin þannig aðstaða að maður þyrfti ekki alltaf einhvern veginn að vera að setja olnbogann í þessa stofnun eða þetta fyrirtæki. Já, frábær punktur. Sko. Að það væri að vinna einhvern veginn innan aðeins afmarkaðri ramma. Af því að ég held að, þú veist, það er mjög margt gott í ríkisútvarpinu og mjög held að flestir Íslendingar sé á þeirri skoðan að þeir vilja alveg hafa ríkisútvarp í einhverju mynd en það þarf kannski ekki að vera yfir og allt umkring. Hann láta það vera logoorðin. Mögulega. Fín logoorð, yfir og allt umkring. Heyrðu það, ætla að fá þið heimsókn. Takk fyrir að bjóða mér. Takk fyrir mig. Takk æðislega fyrir að horfa og hlusta á þættina mína. Ég kann ótrúlega mikið að meta það. Það eru þetta þið sem að gera það að verkum að ég get verið að halda áfram að gera þetta. Og mig langar að biðja ykkur, það væri rosa vel þegið, að subscribe hér á YouTube rásina mína eða á Spotify eða podcast appinu.